Ég býð ykkur velkomin á fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann númer 768 og haldinn 30. september 2020 og ég segi fund settan. Þetta fjarfundur sá fyrsti í nokkra mánuði. Því miður eru aðstæður þannig í samfélaginu að við verðum að halda okkur við fjarfundinn, allavega á þessum fundi. En dagskráin þannig að það eru 13 mál á dagskrá þessu sinni. Ég ætla að fara yfir þetta svona lauslega áður en við tökum fyrsta fundargerðina fyrir. Það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði, svona eins og oftast Síðan eru 3 fundargerðir frá nefndum bæjarins. Þessu sinni það fjölskyldunefnd, umhverfisnefnd og skipulagsnefnd. Og síðan í þriðja lagi eru fundargerðir til kynningar. Það eru 8 þessu sinni. Það verið 3 frá byggingafundur og afgreiðslufundir, 1 frá eigendafundi Strætó, 1 frá heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis, 1 frá stjórnarfundi Sorpu, 1 frá eigendafundi Sorpu og loks 1 frá fundargerð frá stjórn Strætó. Svona liggur nú landið fyrir okkur núna í dag og við byrjum þá á fyrstu fundargerðinni og það bæjarráð Mosfellsbæjar sem hélt fund númer 1458, það var 17. september síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs í forritinu, þannig að ég lít svo á að umræðan sé lokið þessa fundargerð. Og þá göngum við til atkvæða og við myndum bara greiða þá atkvæði með því að rétta upp hönd eða hvað. Við gerðum það reyndar öðruvísi í vor, minni mig. En ef ekki prófa að rétta upp hönd, vita hvernig það gengur. Enginn gerir athugasemd við það, þá þeir sem staðfesta þessa fundargerð bara að rétta upp hönd. Það eru 9 hendur á lofti. Við prófum það að auðvitað þetta greiða atkvæði líka svona skriflega í forritinu en ekki að prófa það að rétta upp hönd. Bara gengur kannski aðeins fljóta fyrir sig, skulum allan að reyna það. Þá fundargerð bæjarráðsins síðari sem var haldinn viku seinna. Það fundur númer 1459, haldinn 24. september. Þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá umræðu lokið og ég ætla að biðja þá bæjarfulltrúa rétta upp hönd sem staðfesta þessa fundargerð. Ég óskaði eftir orðin. Þú óskaðir eftir að fá orðið í forritinu? Ég rétt upp hönd þarna í forritinu. Já, í forritinu, já. Fyrirgefðu, þetta afsakið, ég sá þetta, það eru 2 mælendaskrá. Það Sveinn Óskar fyrst og svo Haraldur Sverrisson. Þannig að við ræðum þessa fundargerð áfram. Það að segja, ég ætla að gefa þér orðið, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Kærar þakkir. Ég með fyrirspurn varðandi dagskrárlið númer 2.1 ljósleiðara tenging í Mosfellsdal. Þarna inn í bæjarráð barst greinilega erindi frá félagasamtökum í Mosfellsdal sem heitir Víghóll og þetta erindi hefur verið að félag framkvæmdastjóra umhverfisins og lögmanni Mosfellsbæjar að veita umsögn erindið. Það þessi í biðstöðu þar greinilega, en hægt að fá eitthvað svona innsýn inn í hver staða málsins í dag þrátt fyrir að þetta álit ekki komið fram. Þá við hvaða fundir hafa verið haldnir með þessum aðilum, hver staðan eða eigum við bara að bíða eftir að framkvæmdastjóri umhverfisins klári þessa umsögn. Þetta nú bara fyrirspurn til bæjarstjóra svona almenns eðlis. Bjarki, það heyrist ekkert í þér. Varstu á mjút, Bjarki?
Unmjúta sig, já. Afsakið, já, ég segi það er öllum sjálfsagt þetta að ræða máli þó að það eigi eftir að fara annan snúning í bæjarráði eftir að umsögnin liggur fyrir. Þú ert að beina þá spurningu til bæjarstjóra, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Þá vil ég gefa Haraldi Sverrissyni orðið, hann var reynda búinn að biðja orðið líka. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk forseti, ég var reyndar ekki búinn að ætla ekki að tala þetta mál, ég veit þá bara að tala það á eftir þegar umræðan þetta mál lokið forseti. En sko, það bara þannig að þessu máli var vísað til umsagnar bæjarlögmanns og framkvæmdastjóra umhverfisins sem kemur fram í fundargerðinni, og það var nú bara á 50 síðustu viku. Ég hef ekki upplýsingar á það hvort að það hafi átt sér stað einhver fundarhöld eða skoðanir á málinu. Síðan þá gerum við samt ráð fyrir því að það sé nú verið að vinna því að undirbúa þessa umsögn, en ég veit ekki smáatriðum eða veit ekkert það hvernig það stendur. Aflaði ekki þeirra upplýsingar fyrir þennan fund, enda í raun og veru kemur bara umsögnin til bæjarráðs þegar að hún liggur fyrir og bæjarráð fjallar þá hana. Já, orðið laust en þá fyrsta mál. Það enginn sem réttur upp hönd. Þá umræðum lokið það mál að sinni, en það fer við eins og ég sagði áðan aftur inn í bæjarráð. Haraldur Sverrisson var búinn að biðja orðið eitthvert annað mál, þarna voru 3 mál. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk fyrir þetta. Ég ætla nú bara að stutta vekja athygli á því að þriðja máli, þriðja mál fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar, þar voru nú lagðar fram 2 mikilvæg skjöl í sjálfu sér, annars vegar áætlun eða drög að íbúaspá, þar að segja hver íbúafjölgun áætluð í bæjarfélaginu á næsta ári og þá milli ára, sem þá einn af grundvöllunum fyrir því að geta gert áætlun skatttekjur, og það var líka lögð fram áætlun skatttekjur. Og ég ætla nú að fara í einhverjum smáatriðum yfir þessi skjöl, þá bara vekja athygli á því sem þarna kemur fram að það er öðruvísi árferðri núna í samfélaginu heldur en var fyrir ári síðan þegar við vorum á sama stað að undirbúa fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Íbúafjölgun töluvert minni en við vorum að gera ráð fyrir á þessu ári, þessi árið 2020, sem þýðir þá að sjálfsögðu að það fer yfir árið 2021, þannig að sú fjölgun íbúa sem að hafði verið áætlað, hún ekki að ganga eftir, og ástæðurnar eru náttúrulega þessar þessi staða sem við erum í. Verktakar halda sér höndum, fara varlegar og fólk ígrundar sínar ákvarðanir betur, og það er bara eðlilegt í árferði þessu, en það hefur þessar niðurstöður. Nú síðan var þarna lögð fram áætlun skatttekna sem meðal annars byggir á þessari íbúaspá, og þeim áætlunum sem hafa verið lagðar fram áður niðurstöður ársins fyrir árið 2020, og skatttekjur, eða sérstaklega útsvarstekjur og tekjur frá jöfnunarsjóði að dragast verulega saman frá áður gerðri áætlun vegna samdráttar í tekjum samfélagsins. Það síðan grundvöllur að því að reikna út tekjuspá fyrir árið 2021, og það bara skemmst frá því að segja að tekjurnar sem við erum áætlað þessu stígi málsins núna eru nokkurn veginn það sömu og við vorum áætlað í fjárhagsáætlun fyrir árið síðan, þannig að tekjurnar árið 2021 verði nokkurn veginn það sömu og voru bara að vera áætlað fyrir árið 2020. Og íbúum hefur fjölgað á þessu tímabili, þó ekki eins mikið og gert það ráð fyrir, en samt töluvert og mun fjölga á næsta ári.
og hann farið aðeins yfir það á bæjarráðsfundinum að það er alveg ljóst að fjárhagsáætlanagerð sveitarfélaga fyrir árið 2001 verður erfið og þung og það er held ég alveg ljóst að það verður halli á rekstri sveitarfélagsins núna þessu ári töluverður gæti orðið á bilinu svona 500 til 700 milljónir og það er líka verður mjög erfitt að búa til fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 með afgangi. Ég held að það sé nánast útilokað, ekki nema þá að fara í mjög viðamikla mikið niðurskurði eða breytingum á þjónustu sveitarfélagsins. Þegar sveitarfélagið verður fyrir svona tekjufalli þá hefur það þessar afleiðingar ekki nema að sú aðferð verði farin. Og það er svona almennt ekki það sem verið að ræða með þjóðfélaginu á þessari stundu. Það er svona verið að reyna að halda uppi sem mest af þeirri þjónustu og þeim störfum sem að hið opinbera skapar til þess að halda uppi eins mikið af launagreiðslum til íbúa eins og hægt og reyna að milda þessa djúpu kreppu sem er núna í gangi. Sú dýpsta segja hagfræðingar í 100 ár. Vonandi verður hún líka svo skammeinasta, en það er svo sem ekki við vitum það nú ekki alveg, en ég vildi bara líka vekja athygli á því og eins og við var vakin athygli á, bæði hjá bæjarstjóra og fjármálastjóra og bæjarráðsfundinum að það hefur held ég sjaldan verið eins mikil óvissa tekjurnar og svona afkomu sveitarfélagsins eins og núna. Og ýmislegt sem spilar það inn í án sé ætla að fara út í það í smáatriðum. Ég vildi nú bara svona vekja athygli fundarins og þeirra sem á hann hlusta hér síðar á þessari stöðu mála hjá sveitarfélögum á landinu og reyndar nú staðan ekki betri í rekstri ríkissjóðs. Þannig að þetta sé þeim ljóst sem á hér hlusta. Já, orðið laust þetta mál sem bæjarstjóri var að ræða. Það er fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2021-2024. Það er enginn búinn að biðja orðið hér. Þannig að ég lít svo á að umræðan sé lokið þetta mál. Eitthvað sem bæjarfulltrúar vilja ræða þarna frekar. Það voru reynda bara 3 mál á dagskrá. Við erum búin að ræða 2 þeirra. Það biður enginn orðið og þá göngum við til atkvæðagreiðslu bæjarfulltrúar þessi staðfesta þessa fundargerð bæjarráð nr. 1459 eru beðnir að rétta upp hönd. Það eru 9 hendur á lofti. Þá förum við í nefndirnar. Eins og ég gat áðan þá er það fundargerð frá nefndum 3 að þessu sinni. Við byrjum á fjölskyldunefnd sem hélt fund 15. september síðastliðinn. Það var fundur nr. 297. Þar voru 9 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það birtist ekkert nafn hér í skjallinu þar sem að fólk biður orðið, þannig að ég lít svo á að umræðan þessa fundargerð er lokið og þá göngum við til atkvæða með handauppréttingu þeir sem staðfesta þessa fundargerð og fjölskyldunefnd eða benna rétt upp hönd. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er það skipulagsnefnd sem hélt fund 28. september síðastliðinn og það voru mörg mál á dagskrá að venju, 16 mál. Forseti gefur orðið laust. Forseti er ekki umhverfisnefnd og undan skipulagsnefnd? Jú, fyrirgefðu, jú, alveg hárrétt. Bæjarfulltrúarna Sigríður, það er alveg hárrétt. Afsakið, ég stökk hérna yfir umhverfisnefndina, hún er næst, mál nr. 4 á dagskránni. Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar hélt fund 17. september síðastliðinn og það var fundur nr. 212 og þar voru 6 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Ég var að setja sjálfa mig hér á mælendaskrá. Það er bara rétt að vekja athygli á mál nr. 1 sem heitir Stígur meðfram Varmá, svona gamalt kunnugt nafn og gamalt kunnugt verkefni.
Samkvæmt þessari fundargerð þetta nú komið svona mjög, varanlegar lagfæringar, eða eins og heitir lokadrög að umhverfisskipulagi Varmár og verkefnistillaga fyrir breytingu á deiliskipulag frá Reykjalundavegi að Húsadal og fremur að varanlegum úrbótum og göngustígum og bakkarofi í Varmár. Mér finnst það bara gott að þetta sé komið á þennan stað. Þetta búið að vera lengi á dagskrá og dálítið flókið mál. En meira vil ég ekki að þessu stíði segja þetta mál. Bæjarfundur Anna Sigríður hefur beðið orðið þetta mál, gerðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk forseti. Já, það ég tek undir orð forseta með það ánægilegt að þetta komið þetta stig, en ég bendi á að sigur ekki unnin. Það stendur ennþá út af að ná samkomulagi við nokkra landeigendur þarna það hvernig hægt að lagfæra og gera endurbætur á stígnum þannig og þá varanlegar eins og þetta gengur út á og vernda ána og allt umhverfið þarna í leiðinni, en vonandi verður hægt að fá fólk í lið með okkur í því máli, því það mjög mikilvægt það mjög mikilvægt að okkur takist að fara svo í þessa vinnu núna í samræmi við þetta skipulag sem við vorum að skoða lokadrögin á þessum umhverfisnefndarfundi. Takk, ég vildi bara segja þetta. Já, Mikael Rebora, þú ert búin að biðja orðið. Þú varst nú einu hérna í okkar hópi sem varst á þessum fundi, sýnist mér. Nei, Anna Sigríður var líka. Já, Anna Sigríður var líka. Já, gjörðu svo vel, Mikael. Nota tækifæri, fyrst við venjulega sitja hinum yfir borði við umhverfisnefnd. Þá vil ég taka undir með Anna Sigríður að þetta mjög gott að sé komin á þennan stað, en eins og hún var að benda á að það ekki alveg búið. Þetta eins og ljóma kunnulega stef þessa daga, en það ekki alveg búið með stig meðfram Varmá og vil gjarnan nota tækifæri og hvetja skipulagsnefndin til að fylgja þessu máli eftir og festa í skipulagsplöggum varanlega ákvæði og laust sem kemur til móts við þarfi bæði lóðahafa og okkur hina íbúa og annarra, þannig að verði svona varanlega gengi frá og svona sé raunverulega framtíðarlaust varandi þennan, og þá kannski helst að tala þannig þröngan kafla á milli Delfsvegar og Bjargsvegar, en eins og Varmá hluti að þessi hluti stærri heild, og þarna til dæmis líka þessu umhverfisskipulagi og áður verið rætt einhverju svona uppþengslulón ofar í áni til þess að geta tekið á móti regnvatni og minga í rauninni álagi á þennan þrönga kafla þar sem áin svona þröngti milli íbúðabyggð. Þannig að það í rauninni það sem vildi hvetja skipulagsnefnd til dáða. Takk. Já, Haraldur Sverrisson, þú ert búin að biðja orðið þetta fyrsta mál sem heitir Stígur meðfram Varmá, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, ég myndi þetta máli. Ég vildi bara vekja athygli á því. Jú, það mjög gott að það verði klárað skipulag í kringum þessa lagfæringu eða endurgerð þessa stígs. En það leysir heldur ekki málið að fullu, því að það eitt að gera skipulag og annað að ná yfirráðum yfir landi eða semja afnot af því við viðkomandi. Þannig að ég held að þetta líka svona ganga varlega þetta mál og það getur líka haft neikvæðar afleiðingar á hugsanlega samningagerð við einhverju ef sveitarfélagi fer fram og bara breytir skipulagi svona eins og því listir á þess að ræða við þá sem þar eiga hlut að máli. Þannig að ég vil bara vekja athygli á því að auðvitað þarf að inn í end að ganga frá skipulagi, en það svona spurningi hvað röðhlutirnir gerðir. Ég þarf að vanda sér svolítið í því að þetta viðkvæmt mál. Já, það ekki fleiri á mælendaskrá þetta mál. Þá umræðan lokið.
það á þessum fundi. Vilja bæjarfulltrúar ræða eitthvert annað mál sem þarna var á dagskrá, umhverfisnefnd 17. september. Svo virðist ekki vera, þá göngum við til atkvæði. Þessi staðfest að þessa fundargerð bennur rétt upp hönd. Það fyrir Bjarki, ég var reyndar að biðja aðeins orðið aftur mál númer 5. Já, afsakið, já, ég sé það núna. Já. Það hérna, við ræðum 5. mál. Það heitir starfsleyfistillaga fyrir gas- og jarðgerðarstöð Sorpu BS í auglýsingu. Gjörðu svo vel, Mikael Hreiðbóra. Já, takk fyrir það. Ég vil gjarnan fylgja eftir aðeins, svo ég veit ekki eftir, þá er bókun frá nefndarmanni sem ég í þessu tilfelli, og þá finnst mér ágætt að fá tækifæri til að fylgja þessari bókun aðeins eftir og útskýra henni kannski örlítið. Þetta eru svona freka flókið mál og annars var á þessum fundi, þannig að veit hvað ég var að reyna að útskýra hvað ég átti við og það var röddinni þyngri aðeins. Þannig ég búin að þetta með örlítið betur og sendi ykkur rétt áðan í pósti, í tölvupósti til Lærur sem svona smá svona uppkast, þannig að sé hægt betra að fylgja máli mínu og vil gera vídeo að þetta skjal verði hengt við máli en það hægt. En þið ættu að fá allavega í tölvupósti ykkur, þannig að geti svona fylgt örlítið betur eftir hvað ég á við. Og það sem ég að vekja athygli á í bókunum minni þar að í tillögu að starfsleyfi sem við fengum til umsagnar, eða sem Mosfellsbæjar og þá líka umhverfisnefnd Mosfellsbæjar, gert ráð fyrir að starfsleyfi taki til fyrir gas- og jarðgerðarstöð, sem kannski byrja að segja það að alveg rosalega ánægjulegt að sé komin að þessu stigi og sé loksins að líta dagsins ljós svona starfhæft gas- og jarðgerðarstöð. En það sem ég vek athygli á í tillögunni þar gert ráð fyrir að stöðin getur tekið á móti alltaf 30.000 tonnum á ári af lífrænum heimilisúrgangi sem í rauninni svona forunnin inn í allt grátunnuna sem allir þekkja, svona ruslatunnuna stóra sem venjulega sem allir kannast við, og sá hluti heimilisúrgangsins sem unni þá í móttökustöð í Gufunesi, eins og kemur fram líka í umsögninni, í greinargerð með umsögninni starfsleyfi frá Sorpu, þá að tala formmeðhöndlum blönduðu heimilisúrgangi sem í rauninni þetta stöf, búin að hakka það niður og sortera, taka úr því eins og hægt óæskileg efni og úr því verður einhverju gernileg blanda af lífrænum efnum og það það. En síðan, og það kunnastu við, það sem stakk mig svolítið þar meina ég í tillögunni frá Umhverfisstofnun, talað til alltaf 10.000 tonnum af fljótandi lífrænu heimilisúrgangi. Og það það sem stingur mér aðeins og ég að benda á, og það sem og svona að reyna að vera eins skýr og mögulegt og þess vegna var ég að senda ykkur aðeins smá gögnum til hjálpar, en það sem og þetta sem sagt mjög skrítið orðalag, svo byrja að segja það, og ef við skoðum í greinargerð með umsögninni, þess að sama magn talað í kafla 2.2, þannig í greinargerðinni talað sama magn, alltaf 10.000 tonnum af fljótandi lífrænum úrgangi frá matvælaiðnaði, ekki heimilisúrgangi, heldur frá matvælaiðnaði. Og þannig að það bætir ekki skýrleika hvað ég átta mig ekki alveg á því og teka fram og ég kannski
yfirmeðalagi áhugasamur úrgangi og þykir svona vera aðeins vel innan mér í þessum efnum. En þar fór ég að skoða inn á sorpa.is þar sem ég yfirleiti við alla úrgangstegundin sem Sorpa tekur á móti og með þeirra. Ég prófaði að slá þar inn orðið fljótandi og fekk enga niðurstöður. Það engin flokkur sem innihaldur orðið fljótandi með neinum hætti. Enda það kannski ekki heldur fullkomlega skríti að því samkvæmt reglugerði og samkvæmt til dæmis gildandi starfsleyfi fyrir urðunarstaði í Álfsnesi, það óheimilt að urða fljótandi úrgang. Þannig að þess vegna ég að vekja athygli á þessu máli og myndi gjarnan vilja fá einhverju skýringar og það sem kannski að benda líka á að og þessi tillaga til umsagnar núna til 2. októbers og náttúrulega líkur á að fá starfsleyfi gild. En í starfsleyfum eins og öðrum svona lögformulegum flokkum þá verður orðalagi að vera mjög skýr. Sér í lagi þegar í flóknu umhverfi eins og úrgangsmeðhöndlun til að fyrirbyggja með öllu móti að sé óskýrt og gefi þá til dæmis grundvöll til kæru þegar starfsleyfi tekið gildi eða það sé gert með einhverjum hætti ómögulegt að taka á móti því sem áætlun að taka á móti. Og já, þannig að það væri mjög gott ef einhver gæti bent mér á hvað verið að meina þar, einhverju sem upplýstan en ég og í bíli þá ég búinn. Takk. Já, það einn af valdarskrá, það Haraldur Sverrisson bæjarstjóri og bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, Haraldur, þetta mál. Já, takk forseti. Bara bregðast stutt við þessu frá Mikaeli. Sko, ég þetta mjög tæknilegt, ég ekki alveg vissum að ég skilji þetta alveg 100%, sko. En ég myndi nú svona giska á það mjög sterklega að hér væri verið að ræða úrgang sem hingað til farið í gími. Honum hefur verið að loka núna akkúrat þessar vikurnar og það verið að fjárfesta í búnaði í gas- og jarðgerðarstöðinni sem reyndar var ekki gert ráð fyrir núna í upphaflegri áætlun og til þess að geta lokað gími og það samræmi við eigendasamkomulag sem var gert núna í sumar milli eigenda Sorpu og gert reyndar að tilstuðla Mosfellsbæjar að gími yrði lokað. Í hann hefur farið fljótandi lífrænn úrgangur meðal annars frá matvælaðinaði og svokölluð seyra úr holræsakerfum svæðisins og ég myndi svona giska á mjög sterklega að hér væri verið að tala þetta. Það að segja að það sé í starfsleyfi Gæju eða gas- og jarðgerðarstöðvar leyfi til að meðhöndla þennan úrgang enda verið að setja upp tækjabúna til þess að gera það. Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú beðið orðið, gjörðu svo vel. Kolbrún. Já, akkurat bara þetta sem að bæjarstjóri nefndi. Gas- og jarðgerðarstöðin mun taka núna allan lífrænan úrgang einmitt eftir að gími lokar. Og það alveg rétt að þessi úrgangur hefur ekki verið urðaður, því hann var settur þarna onni. Og það náttúrulega, planið náttúrulega bara það að allur lífræn úrgangur frá heimilum og atvinnulífi komi þarna inn og sjálfsögðu já, ekki leyfi til að urða hann. Það náttúrulega ástæðan fyrir þessi stöð var byggð og líka þess heldur þessi úrgangur sem gímir hefur búið að fylla, það er búið að fylla 2 gími. Þetta gími 2 núna sem á að fara að loka og þetta náttúrulega hefur tekið allt of langan tíma að koma þessum málum í horfið en það að takast núna og þetta verður það sem að mun fara þarna onni en auðvitað þetta mjög svona tæknilegs eðlis það sem að þegar þetta starfsleyfi að fara í gegn sko þannig
að kannski ekkert skrítið að orðalagi sé kannski ekki alveg það sama og þú myndir finna inn á heimasíðu Sorpu. Þannig að þetta náttúrulega, það verður að fara ofan í hérna mjög tæknilega atriði í varðandi starfsleyfið og það náttúrulega hefur tekið líka smá tíma því að þetta náttúrulega nýtt fyrirbæri, svona gas- og jarðgerðarstöð og því kannski líka þekki söguna það að þegar að hver það var sem átt að veita starfsleyfi þannig að þetta væri nú einmitt væri engin vafamál og það farið mjög grundigt ofan í hérna öll atriði svo að þessi stöð nái að vinna og ganga áfram bara svona hikstalaust. Þannig að ég held að þetta sé bara þessar skýringar og þá held sem sagt mjög svona tæknilegs eðlis frá Umhverfisstofnun sem að þeir eru að fara mjög grundigt ofan í sem bara mjög gott. Og bæjarfulltrúi Mikael Bóra, þú hefur beðið orðið aftur, gjör svo vel. Já, takk fyrir það. Það já, þið staðfestið það sem ég reynda grunaði. Sjáðu til, þetta einmitt þessu, þetta einmitt mjög tæknilegs eðlis. Þetta það þarf að segja, ekki endilega tæknilegs eðlis. Þetta krefst gífurlega nákvæmlega. Og þess þó heldur í starfsleyfi verður að nota orðalagi sem rétt. Og þetta þori að staðhæfa að veku að minnsta kosti til umhugsunar. Því þarna verið að blanda mörg hugtök saman. Til að leiðrétta aðeins það sem hefur komið fram í máli ykkar, eða í máli fulltrúa Sorpu og bæjarstjóra. Það sem hefur farið í mig hingað til, bæti ekki mig 1 og ekki mig 2, hefur fallið undir hugtaki urðun. Þó hafi verið urðað með öðrum hætti heldur en moka ofan á, heldur verið moka fyrir óla sem þakið, sem með þak og sturta ofan í hólu. Það samt sama hugtak urðun og farið þannig í bókhaldi í úrgangsbókhaldi Sorpu og skila þannig til Umhverfisstofnunar og tali til urðunar. Og til dæmis þetta hefur komið fram í ársskýrslum Sorpu frá síðustu 8 ár eða svo, síðan Gimi byrjaði. Og þetta fellur að sama skapi undir starfsleyfi, gildandi starfsleyfi og þeim fyrri, þar sem bannað að urða fljótandi úrgang. Það að segja þar sem þurrefnisinnihald undir 20%, sem tildeki og ef þið skoðið glæru sem ég sendi ykkur eða punkta sem ég sendi ykkur, þá það skjáskot á því og tildeki og þar í þessu starfsleyfi mjög nákvæmlega skilgreind hvaða fljótandi úrgang. Hins vegar, það alveg rétt að svona einhver skona seigufljótandi, sem getum við kalla, einhver svona jökk sem að sumu leyti svona sláturúrgangur, þannig að ekki seyra reyndar, samkvæmt einhver tíma 2016 minni mig, þá var hægt að taka við seyru í Álfsnesi. Það tekið á móti einhver sem heitir Fíta frá skólbrennslisstöðvum og þveginn ristarúrgangur. Allt mjög huggulegt, sjáðu til, en í eðli sínu ekki fljótandi. Og þannig að þetta mjög mikilvægt atriði. Þannig að fljótandi úrgangur ekki tekið á móti við í Sorpu í dag. Þannig að ef þetta fljótandi úrgangur, þá eitthvað annað en eitthvað sem tekið á móti í dag. Síðan líka það að fljótandi heimilisúrgangur. Heimilisúrgangur vel skilgreindur hugtak, almennur heimilisúrgangur, municipal solid waste, eins og kallað á ensku. Það ekki bara eitthvað, það skilgreind og þið finnir skilgreiningu á því til dæmis inn á sorpa.is. Það sem allir flokkar sem tekið á móti eru skilgreindi á mannamáli en samt með liðsjóna reglugerðum og kröfum sem þeirra eru gerðir. Og já, án þess að fara á djúpt inn í þetta, það samt þannig. Þannig að og það sem líka misræmi og það sem sannarlega ekki frá heimilum það sem við farið ekki í mig hingað til. Og nota bene, vil vekja athygli ykkar á því að í gildandi starfsleyfi eða öllu heldur undanþága ráðuneytisins
frá starfsleyfi fyrir gas- og jarðgastöð, þar að segja það plagg sem Gaia starfar eftir í dag og hefur gert síðan 21. júli á þessu ári, þá það sem þið finnið á vef Umhverfisstofnunar til dæmis, að því í gildi starfsleyfis í augnablikinu. Þar talað það að Gaia geti tekið á móti alltaf 400 tonnum á viku á lífrænum úrgangi frá heimilum. Og það sem aðeins á undan segir að vinnsla í samhæfðu vinnsluferli móttöku blandsaðs heimilisúrgangs og vinnslu í gas- og jarðgastöðinni í raunin í Gufunesi, í móttökustöð Sorpu í Gufunesi. Þetta það sem við að tala um. Og sérstaklega í skilyrðum sem þar talin upp tildeki að óheimilt að taka við efni sem fellur undir reglugerð heilbrigðisreglu að því varða auka afurðir úr dýrum og afleiða afurðir sem ekki eru ætlað til manneldis. Auk þess óheimilt að taka á móti öðrum lífrænum rekstrarúrgangi, það að segja ekki frá heimilum, svo sem frá sláturhúsum eða seyru. Þannig að þar akkúrat í gildandi ígildi starfsleyfis tiltekið sérstaklega að það megi ekki taka við því sem tekið á móti, sem hefur verið tekið á móti í Gími hingað til og síðan Gími var fullt einhvern tíma í vor, hefur verið sérstaklega urða í reyn 20 með einhverju svona littarvörnum. Þannig að þetta svona, og þið verði að afsaka að ég verð kannski örlítið langorð þetta, en það mikilvægt að koma fram ákveðin staðreyndir og aftur hvet ég ykkur eindregið til að kíkja í gögnum sem ég sendi ykkur í tölvupósti svo ég geti betur fylgst með. Það ég líka með aðeins myndræni framsetningu á hvað að tala um og það svona einfaldara kannski að fylgjast með og þarna líka bendi á þennan viðauka við eigendasamkomulagi sem bæjarstjóri nefndi áðan frá 7. júli. Það einmitt talað áætlun fylgiskjal númer 2, þá aðgerð áætlun vegna lokun og Gímis og þarna vil ég gjarnan spyrja bæjarstjóra þegar ég mun hafa lokið máli mínu varðandi að nefndi það að verið að kaupa tækjabúnað og svoleiðis. Samkvæmt mínu heimildu þá Gaia eins og hefur verið byggt á þessum miður ólöngu tíma en enga veginn hönnuð til þess að taka við úrgangi að því tagi sem nefnt, þar að segja sláturúrgangi mögulega einhverju öðru, einhverju svona segfljótandi, við skulum kalla það, einhvað annað en meðhöndlað heimilisúrgangu frá móttökustöð í Gufunesi. Enda það aftur í þessari greinagerð sem ég vísaði í áðan, með leyfi forseta, þá gleymdi því að segja áðan, það formalitet, en þarna í alfyrsta dæmi, það í punkt 2.1.1 móttaka úrgangs, tekið verður við formeðendlum blöndum heimilisúrgangi frá móttökustöð í Gufunesi í móttöku Gaia. Punktur. Þar verður nauðsynlega stóðefni bæti í úrgangi og efni blanda í fóðurblandara. Punktur. Það í rauninni allt og sumt sem ráðgert að taka á móti Gaia í augnablik. Það alveg rétt að í árdaga, mjög langt síðan þetta máli byrjaði, það var áætlun að taka á móti til dæmis sláturúrgangi í gas- og jarðgastöð. Eins og hefur svo áætlun breyst oft og dýrt í gegnum árið og eins og ég nefndi áðan samkvæmt mínum bestu heimildum og vil gjarna hafa rangt fyrir mér en það engan veginn í stakkbúindi þess að taka við svona, hvað þá innan árslok, innan 3 mánaða frá því núna. Þannig og bæði svona spurningum framkvæmdarleika og kostnað, þá væri líka áhugavert að vita þá hvort það sé búin að tryggja fjármögnun fyrir tækjabúnað sem það þarf, samkvæmt
svona því sem best veit, þá leipur á fleiri 100 milljónir. Þannig að þetta eru spurningar til síðar. Þannig að þið sýnir mér þolinmæði í smá stundi viðbót. Ef við setjum aðeins þessa hluti í samhengi, og ég veit að þetta flókið. Ég átta mig mjög á því. Eins og ég sagði áðan, þá ekki allir sem hafa svona brennandi áhuga á ruslinu, en þetta mál sem varðar okkur öll, þannig ágætt að fara að íhuga þetta aðeins. Og þá í þessu glærupakka sem við getum kallað, þá hef ég sett saman fyrir ykkur smá svona leiðsögn í gegnum gögnin. Þetta allt saman gögnin sem eru opinber og birt í nýútkominni ársskýrslu Sorpu fyrir 2019 til dæmis. Þar afar áhugaverð mynd sem heitir flæðiúrgang mynd nummer 1 í ársskýrslunni, það nefnt þannig. Það heitir flæðiúrgangs í gegnum Sorpu. Það svona ægilega flókið mynd til í fyrstu andrænu, en þar sett fram á myndræna hátt móttaka og flæði alls úrgangs sem Sorpa tekur meðhöndla á árinu, og þar svona mismunandi liti eftir stöð sem tekur á móti því til að byrja með, og síðan hvernig það flæðir í gegnum mismunandi móttökustöðva og á endanum annarkvort í endurnýtingu sem samanstendur af endurvinnslu, landmótun, jarðgerð og fleira, og urðun sem landfyll, og það aftur skipti nánar í sundurliðu gögnum í urðað í bökkum, það að þessi sem eru svona venjulega stóra stæður sem allir kannast við úr myndum og svona hamfaramyndum frá makkanum. En það sem í dag farvegur meðal annars heimilisúrgangs, það að bakkaði móttökustöð, eða var þar til núna í júli, réttara sagt, og bakka og setja í stæðu og moka yfir. Það síðan eitthvað sem heitir urðalaust, sem svona dýrasti farvegur, sem svona sett ofan á haugina, hingað þangað. Það svona til dæmis svona net, veiðafæri, rísastór sem ekki hægt að gera neitt annað, einhverju svona úrgangi, brúnarústir, hitt og þetta, það svona frekar lítið. Og síðan svona kremdala krem sem svona lyktsterkur úrgangur sem hefur farið í gími þar til að fylltist gími nr. 2, núna í vor eftir gögnum sem ég hefur lesið. Þannig að þetta allt saman urðu. En aftur, það hægra megin á myndinni, en vinstra megin þá svona frummóttaka úrgangs í... Afsakið, Mikael Rebora, má ég biðja að stytta málið, þú búin að beina spurningu til bæjarstjóra? Já, ég skal stytta, takk fyrir að minna mig á, ég get svona mist mér ekki leiðinni hérna, en það samt ágætt að setja þetta í smá samhengi. Þarna ef við sjáum á blaðsíðu 5 af því sem ég sendi ykkur, þá það sem við erum að tala að gæja taki bit, hann hluta heimilisúrgangs sem lífræn. Það að segja, lífræni hluti úr grátunni. Og árið 2019, þá voru 39.500 sem bárust í Sorpu frá Sorpusveitarfélagana, 18% af heildarmagni. Af því einhver hluti plátuna, pappír og plast, sem ekki í þessa stöðlu, en fer sjálfsögðu ekki til gasvergastöðva. Þannig að þarna poppaðu þessi 30.000 tonn af sem heimilisúrgangi sem gæja á að taka við, samkvæmt starfsleyfi sem við erum að fjalla hins vegar. Fer ekki Mikael Rebora, ég verða biðja að bara hætta málinu ekki að vísa í glæru sem við höfum ekki tækifæri til að skoða, og áréttaði strax að það ekki hægt að hengja við málið. Það allt til að setja það í tölvupóstinn eins og þú ert búin að gera, en það ekki hægt að hengja við málið. Við erum að ræða málið eins og það kemur til okkar í gegnum fundargerð umhverfisnefndar, og nú vil ég biðja að binda enda á þitt mál. Alveg sjálfsagt. Eins og ég nefndi áðan, þetta var gert ykkur til lagræðingar, þú gætum og sendi ykkur með tölvupóst sem við getum bara fylgt mig aðeins betur eftir,
En það sem ég get, þessi myndir eru aðgengilegar annar stað, þannig ekkert vandamál. En það sem ég vil benda á, rétt í loki, og þannig líka, ég endur tek spurninguna mína varandi hvað erum að tala gæti tekið á móti, og ég að benda á það að samkvæmt starfsleyfi sem þar til umfjöllunar, tillögur sem þar umfjöllunar, þá verður ekki hægt að taka á móti það sem fyrir gíminúti. Óá því hver raunveruleiki, hvort að gæja sér í stakkbúndi að taka á móti því út frá tækjabúnaði, en lagalega sé, það ekki inn í myndinni að taka undir þessu formerki. Þess vegna ef það áætlun sem má vera sér góð hugmynd, þá verður absolutt að gera athugasemd við þessu tillögu og biðja Umhverfisstofnun að leiðrétta það sem talað í þessu 10.000 tonnum. Það það sem að benda á. En við líka benda á það að jafnvel þó gasjárgastöðum myndi geta tekið á móti 50.000 tonnum á úrgangi, sem reyndar efast ég fyrst var hönnuð fyrir 35, en jafnvel þó að myndi taka á móti 50.000 tonnum, þá óábyrgt að tala það að það loki urðunarstaði. Það bara alls ekki rétt. Og jafnvel þó hún væri í gangi á árinu 2000 að það sem árinu 2020, þessi 9 mánuði, hefðu samt farið 101.000 tonn á urðunarstaði í Álfsnesi. Það að segja, 1 stykki skemmtiferðaskip sem fer í Álfsnes. Reyndar ekki allt saman í urðun, en 50.000 tonnum af því í urðun. Þannig að það sem en jafnvel þó að gæja væri starfrækt, sem náttúrulega ekki í augnablikinu. Þannig að það sem árinu, 25. september 2020, þá voru komnar í urðun notabene, ekki á urðunarstaðinn, í urðun 80.000 tonn af úrgangi. Og í þessu blessa viðauka sem við erum að tala þá tala fylgiskjal númer 1, þá tala þróun urðun í Álfsnes að verði fyrir allt árið 2020 79.000 tonn, sem augljóslega mun ekki standa. Þannig að ég vildi nota tækifæri og benda ykkur á þessar staðreyndir og hvetja Mosfellsbæ eindregið til þess að nýta sér umsagnarrétt sem hefur gagnvart framkomnu tillögu að starfsleyfi og fyrirbyggja að það verði ómögulegt að starfrækja gasjárgastöð undir þau formerkjum sem eigendur greinilega ætla sér með þessum viðauka. Já, takk fyrir. Það kom hér spurning til bæjarstjóra, Haraldur, áður spurninguna, svolítið síðan nú að borið fram, ég ætla að gefa þér orðið, síðan bæjarfulltrúi Sveinn Óskar búinn að biðja orðið líka á eftir. Þannig að þú getur brugðist. Það ekki bara leyfa honum Sveini að vera undan, ég reyna að rifja upp á meðal hvaða spurningar þetta voru. Já, það var alveg ein spurning að við skulum þá halda áfram og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Ég geti líka endurtekið hana Við skulum fá fyrst Sveinn Óskar, gjör svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk forseti. Ég vil byrja á því að þakka síðasta ræðum Mikael Rebúra fyrir að fjalla svona ítarlega þetta. Það hefur oft vantað í ferlinu víðaks hvar í stjórnkerfinu að menn setji sig vel inn í mál og ég vil meina það að Mikael Rebúra hefur gert það með miklum afbrigðum í þessu máli. Það að hann gerir þetta vel og fer vel yfir það. Við þakka honum fyrir það. Ég mun óska eftir því við forseta að það verði greitt sér atkvæði þetta mál og ég reikna með að þurfa að senda bókun og ég mun að senda þetta til þín forseti og til Þórunn. Breytala, já. Takk. Nú, til þess að fara í þetta mál að þá að mörg að hyggja. Fyrsta lagi þessi saga urðunar á Álfsnesi sem að myndi ég segja að væri svona þyrnum stráð og ekki vinsæl í Mosfellsbæ.
Svo má fara í reglurnar eins og Rebora benti á og í raunverulega þróun málsins, skilu. Það það sem að hann í raunverulega að segja og kemur skýrt fram og hann færi mjög góð rök fyrir því að þessi urðun mun væntanlega verða mjög mikil og þetta eins og hann bendir á, þetta einhvers konar gúon og matur sem fer þarna ofan í. Og það þekkja það allir sem hafa búið við sjávarpláss að gúon var það verst illa lyktandi dömpstaður eða svona ruslastaður sveitarfélagsins. Þannig að ég segi bara maður má ekki taka umhverfismál af léttúð og vissulega snýr þetta allt peninga og aura og annað slíkt, en loforðin eru búin að vera stöðugt í gegnum ári að bæta úr þessu og ég sé þarna að urðunarstaðurinn að færast hérna vestur. Þarna sko urðunarstaðurinn vestan, austan megin við gasgræðurnar, þannig að þetta að nálgast holtið þarna meira og sjálfsagt mun grunnvatni leikum þetta og hleypa það í raun og veru því sem að þetta fyrirbæri meltir í jarðveginum niður í sjó við Álfsnesvík. Og það annað sem í þessu, það verið, sko, Sundabraut á að liggja þarna svæðið og það ekki búið að fara með hana í umhverfismat, þennan annan áfanga. Og það liggur í augum uppi að það mun væntanlega þurfa að færa hana til, þannig að það passa upp á það að við þrengjum ekki að henni þarna með einhverjum svona framkvæmdum. En ég held að það sem að snýra okkur helst hérna í raun og veru þessi punktar sem að hann kemur meðan Mikael Rebora varðandi bara magnið og regluverkið. Og í hinn staðinn, hinn raunverulega staðreind, þó að sé reynt að moka við þetta jafnóðum og reyna að losna við þefinn, að þá nánast í tekur þetta hálfgerða sko annað líf þarna í þessari gerjum. Það eiga sér stað jafnvel einhverjar gassprengingar í þessu. Þannig að það koma gísla upp einstaklega mikill óþefur og við þekkjum að þetta að bætast á ofan á áform yfirbyggða gas- og jarðgerðarstöðvar þetta, að það að búa til moltuna og áform á Esjumölum moltugerð þar líka. Þannig að Mosfellsbær að vera umkringdur sko gúanólykt. Þannig að ég segi sko við þurfum að stíga eins og Mikael bendir réttulega á varlega til jarðar í okkar fallega sveitarfélagi og passa upp á það að það sé ekki verið að bæði henda iðnaði í næsta nágrenni og þessari gúanólykt ofan á þetta allt saman. Þannig að ég segi bara ég vil sérstaklega benda á að fá þetta upp á yfirborðið og meiri umfjöllun í bæjarfélaginu og ég tek undir með Mikael að benda fólki á 2. október að senda fyrir þann tíma sínar athugasemdir bæjarbúa og ég vissum það að það hafa margir bara áhuga á þessu verkefni og munu vilja hugsanlega bregðast við. Þannig að ég bara sendi núna þessa bókun mína og þú getur að lesa það forseti og ég óska eftir sérstaklega atkvæðagreiðslu málið. En ég þakka annars fyrir þetta frábæra innlegg, Mikael. Já, forseti les bókuna þá eftir þegar umræðum sjálft málið lokið. Það 2 á mælendaskrá núna. Næstu tekur til máls Haraldur Sverrisson og síðan Kolbrún Þorsteinsdóttir. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, sko, ég veit ekki alveg hvort að svona tæknileg umræða eigi heima á bæjarstjórnarfundi. Ég ber bara virðingu fyrir skoðunum og slíku hvað varðar starfsleyfi og tæknileg mál hvað það varðar. En margt af þessu sem kom fram í máli Mikael Rebora get ég bara ekki haft skoðanir á því. Ég bara hef ekki tæknilega þekkingu til þess að
fara yfir þetta eða útskýra það með einhverjum hætti hvernig þetta gert eða hvernig hitt gert. Ég bara legg til og ráðleggur Mikaela að ræða þá við umhverfisstjóra Mosbæjar eða framkvæmdastjóra Sorpu slíka hluti. En svona almennt séð þá það þannig að við Mosfellingar og bara sérstaklega líka hvað varðaði orð hér Sveins Orka Sigurðsson fulltrúa Miðflokksins sem var að mála bara skrattana á vegginn að það sem við erum að gera yfir Mosfellingar er að tryggja það að við verðum ekki fyrir óþægindum af þessari framleiðslu sem á sér stað í Álfsnesi hvað varðar meðhöndlun úrgangs. Gas- og jarðgerðarstöð hefði aldrei verið byggð á Álfsnesi nema því að Mosfellsbær krafðist þess. Og kemur inn í eigendasamkomulag sem gert var árið 2013 til að það var ákveðið að byggja þessa stöð og að loka Gími. Og Gími, ég tek alveg undir það með Mikael að þessi aðferð sem í Gími, sem ég nú stundum kalla stærsta klósett norðan Alpahjalla, í raun og veru urðun. Það yfirbyggð urðun, í hana settir hlutir sem við vorum að tala áður, alls konar lífrænn úrgangur í fljótandi formi og frá matvælaleiðinni og fleirum. Og hann raun og veru bara urðaður í steypu klump og passa að hann komist ekki í tæri við andrúmsloftið og slíkt. En við höfum samt orðið fyrir mjög töluverðum óþægindum af þessum Gími í gegnum árin vegna þess að þegar menn hafa verið að losa og slíkt að þá hefur verið mjög erfitt að koma í veg fyrir það að lykt af þessum lyktarsterka úrgangi hafi borist út í andrúmsloftið og til okkar íbúa hér í Mosbæ. Það sem við erum að gera núna er að koma í veg fyrir þetta. Það er verið að loka Gími og það gert með því að jarðan urðan í raun og veru og svo það náttúrulega fylgjast með því að það hafi ekki óþægindi för með sér til framtíðar. Það verið gert samkvæmt okkar færustu sérfræðingu á því sviði og honum lokað og hann kemst ekki í tæri við andrúmsloftið nokkuð tímann framar. Það sem síðan hefur farið í Gími, ég hef svo sem ekki einhvern lista yfir það hvert það fer, en það er rétt að upphaflega var gert ráð fyrir því að úrgangur, eitthvað úrgangi sem í Gími hefur færi í gas- og jarðgerðarstöð. Síðan var hætt við það eða menn breyttu áætlunum sínum en hins vegar þær áætlanir teknar upp aftur og það kemur fram í eigendasamkomulaginu sem gert það núna í sumar. Það er að segja að það hefur verið að kaupa núna rándýran tækjabúnað í Gæju til þess að taka við hluta því sem í Gími hefur farið. Það fer ekkert allt í gas- og jarðgerðarstöðina. Mér skilst til dæmis að það sé búið að gera samning við Kölku, sem brennslustöðina á Suðurnesjum að brenna eitthvað af þeim úrgangi sem í Gími hefur farið. En eitt er alveg ljóst og það er aðalatriði fyrir okkur Mosfellinga að sá úrgangur sem í Gími hefur farið og meðhöndla með þeim hætti, hann verður ekki meðhöndlaður þannig lengur til ama fyrir okkur Mosfellinga. Svo aðferðafræði sem í Gæju verður til að taka eitthvað þar sem ég kann ekki nákvæmlega nefna hvað það er búnaður af bestu gerð, er okkur sagt, og svo fer annað. Þannig að þær lýsingar sem Sveinn Óskar hafði hér, að hér myndi gjósa hér upp einhver gúunarlykt eða einhverja gassprengingar, ég bara kannast ekki við svona lýsingar og ég held að bara vara við því að við hér á opinberum vettvangi í bæjarstjórn Mosfellsbæjar séum að tala með þessum hættum þá framkvæmd og það stefnumótun sem við höfum barist fyrir öll bæjarstjórnin saman til þess að verja okkar íbúa frá því að fá óþægindi af þessum urðunarstað sem hefur verið þyrnir í augum okkar í 20-25 ár. Urðun í Álfsnesi lýkur. Það er búið að endanlega semja það að hætta urðun í Álfsnesi. Og ég sé að bora fyrstur höfuðið, en það er bara þannig. Það er búið að semja það í eigendasamkomuleiganda að hætta urðun í Álfsnesi, þá að það er leyfilegt að urða
lífrænan úrgang í litlu magni árið 2021 og svo óvirkan úrgang til ársloka 2023 og það búið að skipuleggja hér heilmikinn útflutning á úrgangi til þess að þessari urðun verði hætt. Þetta samkomulag allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og ég bara ítreka það. Þannig að við verðum að standa saman í því að halda svona hluti. Já, Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú ert næst á mælendaskrá, gjörðu svo vel. Já, sko, nú veit ég ekki hvort að þessi bæjarstjórn þekkir söguna jafnvel og við sem höfum setið hérna hvað lengst og barist hvað lengst fyrir því að gas- og jarðgerðarstöðin á Álfsnesi myndi rísa. Hvað varðar starfsleyfið og það sem við erum að tala hérna núna og eyða mörgum klukkutímum í sem mjög tæknilegs eðlis og sannarlega ágætt að fara ofan í það en mér finnst bæjarstjórnarfundur ekki beint vera vettvangurinn til þess. Ég held að og bendi bara þér á fulltrúa Vina Mosbæjar á það eru leiðir til þess að fá upplýsingar hvort að það sé eitthvað samræmi því sem stendur í skjölum frá Umhverfisstofnun og því sem stendur á heimasíðum Sorpu. Ég held að sé alveg ljóst og vonandi öllum ljóst og sérstaklega öllum Mosfellingum að við þurfum að laga ástandið á Álfsnesi. Við erum komin langt með það að gera það og það hefur virkilega tekið á að gera það. Þegar maður hlustar hér á fulltrúa minnihlutans ætla að fara að tala þetta verkefni niður út af einhverjum tæknilegum atriðum sem að örugglega er hægt að laga að þá fer svolítið okkur í meirihlutanum vegna þess að þetta er búið að ólýsanleg barátta að þurfa að standa í ströggli hér við Reykjavíkurborg að koma þessi á lappirnar. Það var tekin ákvörðun seinna að loka Gími og allt það sem kæmi úr Gími vegna þess að gas- og jarðgerðarstöðin hún þarf ákveðið magn af þessari tegund úrgangi til að Mikael, veistu það, þetta er bara það sem við þurfum bara að ræða bara saman yfir kaffibolla þá bara með Helga og tæknimönnum í Sorpu. Við getum ekki rætt þetta mikið lengur hér. Eina sem ég ætla að segja núna, Gími verður lokað, það er mjög mikilvægt. Hann er orðinn stútfullur og hefur valdið okkur ama, sérstaklega þegar verið að hreyfa við honum eitthvað og bæti í hann. Allt sem fer úr Gími mun fara inn í gas- og jarðgerðarstöðina. Það sem við ætlum að hvað slags framkoma er þetta eiginlega? Já, ok. Það er allavega komin, ég er bara neita að ræða þetta. Ég er að athugasemdir við líkamstjáningu. Já, þetta er bara algjör vitleysa hérna. Ég held að sé bara aðalmálið við eigum ekki við Mosfellingar, sama hvernig þessi nýji meirihluti Mosfellsbæjar haga sér, þá höfum við nú að hinga til staðið saman í því að berjast fyrir því að gas- og jarðgerðarstöðin sé opnuð. Það sem við eigum að fókusera á núna, við eigum fókusera á það að stöðin fái starfsleyfi, að stöðin komist í gagnið eins og hún er að mjakast að stað okkar núna. Það er okkar fókus í dag. Látum tæknifólkið þessar útfærslur á því hvort að standi fljótandi eða ekki fljótandi. Það sem að mun fara inn í gas- og jarðgerðarstöðina er með mikilvægt að allur úrgangur, hvort sem það heitir lífrænn eða seyra eða hvað það er, hann fer inn í þessa gas- og jarðgerðarstöð. Ég veit, Mikael, að þú hefur ákveðna forsendu til að ræða þetta, kannski meir en aðrir bæjarfulltrúar. Þú hefur nú komið að þessum málum í ákveðin eftirliti. Ég veit ekki alveg hvort að þú ætti kannski vera að flagga þínum efasemdum Sorpu, hvort þetta yfirleitt hæfur til þess, til að ræða það hérna frekar. Þetta er gríðarlega mikilvæg stöð fyrir okkur. Þetta er eina stöðin á Íslandi sem verður reist með af þessu tagi. Við erum að þróa okkur áfram í þessum málum. Ef einhver hér í þessari bæjarstjórn ætlar að fara að setja stein í götu starfsleyfisins og það myndi tefjast enn frekar, þá held ég að við séum, kannski er það lýsandi fyrir upptaktin hér hvernig við förum fram saman sem einn hópur varandi þessi stóru mál sem við erum að glíma við sem Mosfellingar en ekki sem minnihluti og meirihluti. En ég meina, það er eitthvað sem ég ræð ekki við. Ég mun berjast fyrir því að starfsleyfið og mun ekki standa í vegi fyrir því að starfsleyfinu ef við stöndum í vegi fyrir starfsleyfinu verði veitt. Við þurfum að loka Gími og við þurfum að halda áfram. Ég held að við ættum bara að hvíla þessu umræðu akkurat núna, taka hann þá bara seinna, þú vilt ræða þá við væntanlega sérfræðingana sem að starfa í kringum gas- og jarðgerðarstöðina. Hitt okkar mál, Mosfellinga var það, komin í gagnið, fá starfsleyfið, halda áfram og það að urðun verði hætt á Álfsnesi samkvæmt eigendasamkomulagi og gerum ekki lítið úr því
springum ekki úr hlátri við því að urðun verði hætt. Það okkar stóra mál, Mosfellinga. Það bara það sem ég vildi segja. Já. Forseti, ég fá orðið fundarstjórn forseta. Já, það verið að biðja það og reyndar hefur einn bæjarfulltrúi beðið orðið undir fundarstjórn forseta. Áður hafði bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir beðið orðið, ég ætla að gefa henni fyrst orðið og svo kemur Mikael næstur. Gerðu svo vel, Lovísa. Já, ok. Ég ætla að hvort sem það fellur undir fundarstjórn forseta eða ekki, ég ætla bara að benda á það að við erum hér öll bæjarfulltrúar og það ekki minnihluti og meirihluti og það ekki hægt að gefa mér það sem bæjarfulltrúar sem ekki tekur þátt í meirihluta samstarfi að falla undir einhvern hatt og ég ætla bara að frábiðja mér það að bæjarfulltrúar tali hér minnihluta og meirihluta eins og að við séum búin að koma okkur saman eitthvað einhvern málflutning. Þannig það ekki og ég vil ég vil bara biðja ykkur það að þið sem tali fyrir hönd meirihluta séuð ekki að setja okkur svona með sama hætti undir málflutningi. Ég ekki sammála öllu sem hefur komið fram frá öðrum bæjarfulltrúum og það þarf bara að gera skýran greinarmun þarna á. Þetta getur kannski fallið undir fundarstjórn forseta líka, forseti skuli grípa inn í þegar svona því að þetta ruglarfólk og þetta á ekki að tala svona. Forseti vil aðeins bregðast við þessu síðustu orðum frá bæjarfulltrúa Lovísu Jónsdóttur. Hann telur það ekki, ég hlutur ekki hans að hafa afskiptum af málflutningi einstakra bæjarfulltrúa þegar þeir innan ákveðins ramma. Þannig að það kom ekki til greina af hálfu forseta. En næstur fær orðið, Mikael Rebora, það undir fundarstjórn forseta sem að má biðja hvenær sem og þá ætla ég að taka sérstaklega fram bæjarfulltrúi Mikael Rebora, þú fær eingöngu orðið til að ræða fundarstjórn forseta vegna þess að þú búin að ræða tvisvar svona efnislegu málið. En gjörðu svo vel, Mikael. Já, takk fyrir það og takk fyrir að fá orði. Það sem varandi tekið undir með Lovísu, þetta mér finnst afar sorglegt að málið sé stillt upp þannig að sé einhverja minnihluta málflutningur. Fyrirgeðu, ég verð strax að grípa fram í. Eingöngu fær þú orðið, ágæti bæjarfulltrúi, til að ræða fundarstjórn þess sem nú talar. Fundarstjórn, hvaða athugasemd viltu gera við fundarstjórn hans, ekki hvað aðrir bæjarfulltrúar sögðu hér áður. Já, það svona erfitt að standa undir þegar hýjað af vanhæfni bæjarfulltrúa og geta ekki svara fyrir sér. Það vil gera skýrt það lítur að vera undir fundarstjórn forseta sem vanhæfni eða íhugunum vanhæfni tiltekna bæjarfulltrúa rætt, ekki satt? Og þannig til að skýra máli, ég hef áður í starfi mínu komið á málefni Sorpu, það rétt. Ég hef eins og ekki unni fyrir Sorpu neitt í 2 ár. Fyrir ekki að ég verða líka að grípa fram af því að ég veit að þér liggur á að tala þetta, en það verður að snúast fundarstjórn þess sem nú talar. Þú ert reynda búin að nefna það að hann hefði grípa fram í hana og ég ætla að bregðast við það eftir. Eingöngu, þú ert raun og veru búin að segja það sem að þú hefur heimild að tala fundarstjórn, ekki hvort að þetta verið rétt hjá viðkomandi bæjarfulltrúa eða rangt, skilur. Það ekki hlutverkið forseta að vega það og meta hvort að það sé rétt eða rangt. Það getur alls konar túlkunar á því, eingöngu ef að það verið að bera einhverja álögur á bæjarfulltrúan. Já, taldi svo vera. Þegar verið að setja hvort ég sé verið hæfur til að tjá mig svona. Menn hljóta að geta afla sér upplýsingar án þess að vera sakaður vanhæfni. Þannig ég frábið mér því að vera vanhæfur þessu máli. Nú ég að fá aftur orðið bæjarfulltrúi Mikael Rebora, þú ert búin að koma þessu á framfæri. Þetta snýst eingöngu orð þitt fékkst að ræða fundarstjórn forseta og svo ég ítreki það að ég þarf að vega það að meta að hver forseti sem að gegni því hlutverki, hvort það sé að vera bera
eitthvað mjög ámælisvert á forseta og þá þarf hann að grípa fram í sá forseti. En ég tel þetta sé afgreitt hér og nú með þetta. Það engin á mælendaskrá núna. Heyrðu, fyrirgefðu, ég bara gleymd að ég hélt að þú hefði tekið mig niður. Ég ætlaði að fá að koma upp undir fundarstjórn forseta. Já, þú settir ekki inn í... Já, ég var að gera það núna. Ég biðst afsökunar. Fæ ég ekki að gera það því ég gleymd að skrifa? Jú, þú ert... Þegar ég bara fyrst aðeins ég byrja, þá held ég að forsetaði mismælt sig. Hann talaði að bera álögur á fundan en átti hann ekki á mæli. Já, fyrir ekki álögur. Ég var mjög lengi að hugsa hvað forseti væri að meina. Ég fékk orðið undir fundarstjórn forseta. Það svo sem komið fram áður, ég ekki alveg sammála forseta hvernig hann túlkar það, hvernig hvers konar atriði má bera upp undir fundarstjórn forseta. Mér finnst það vera hlutverk forseta að passa upp á það að fundurinn gangi vel fyrir sig og þó allra helst til þess að vera upplýsandi fyrir bæjarbúa. Núna hann tekinn upp fundurinn, yfirleitt erum við í beinni útsendingu og mér finnst að vera hluta af ábyrgð forseta að passa upp á þessum málflutningu sem hafður eru frammi, hann sé upplýsandi fyrir bæjarbúa. Og þá ætla ég að leyfa mér að segja að þegar að fulltrúar í meirihlutanum sem að velja sig saman nota bene og það vill þannig til að forsetinn hluta af þeim meirihluta, þau ákváðu að starfa saman og þá hægt að tala meirihluta. Við sem sitjum hinum yfir borðið, við erum þar hvert fyrir sig, stundum erum við sammála, stundum erum við ósammála, en það algjörlega óþolandi, ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir bæjarbúa sem að hlusta vonandi stundum á þessa fundi, þegar þeir að taka svona til orða, því að í því felst að það sé einhvers konar skipuleg samtök sem mynda eitthvað sem heitir minnihluti í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og þannig það ekki. Og núna ætla ég bara að fara þessu leit við forseta sem reyndar hluta þessu meirihluta að hann ræði þetta í sinn hóp. Ég ekki að reyna að hengja einn og það vita það náttúrulega einn bæjarfulltrúi sem gerði það. Þetta margoft komið fyrir, ekki bara þennan bæjarfulltrúi sem misti þetta út úr sér áðan. En mér finnst bara eðlilegt að forsetinn gerir það þó ekki væri nema til þess að gera svona málin skýrari fyrir bæjarbúa, að hann ræði það við sína félaga að hætta að taka svona til máls. Og svo segi ég bara takk fyrir. Já, forseti ætlar aðeins að bregðast við þessu. Þetta sem spurningum það hvort að hann eigi að grípa fram í eða árétta eða leiðrétta þegar að vera að tala ákveðin mál eða málflutning og í þessu tilviki sem Anna Sigríður bæjarfulltrúi var að ræða var það hvort að ætti að grípa fram í ef einhver talar minnihlutann sem slíkan sem eina heild. Það alveg rétt sem Anna Sigríður segir að það auðvitað málefnasamningur milli meirihlutans og það skriflegt og allt það en ekki innan minnihlutaflokkana en forseti telur það enga veginn hlutverki sínu að fara árétta eða leiðrétta einstaka bæjarfulltrúa þó að þeir að áliti einhverja fari út á spörunni á notkunni á orðinu minnihluti. Þar tel ég að forseti sé algjörlega komin út fyrir hlutverksins sem forseti. Svo held ég að við segjum skiljum við þetta mála sinni. Forseti, ég var búin að biðja orðið. Má ég aðeins kannski líka að því að ég tek þetta... Þeir ekki að koma þú ert búin að tala tvisvar sinnum. Má ég ekki svara þessu varandi bara það, það bara til, má ég það ekki? Ég skal bara taka þetta tilbaka. Samkvæmur sjálfum mér og... Má ég ekki taka þetta tilbaka varandi minnihlutann og meirihlutann? Ég tek þetta tilbaka. Nei, mér finnst það ekki, sko, þannig það, sko. En þú ert reynda búin að segja það. En gott og vel, já, forseti telur að þetta sé mál sé útrætt. Enginn á listanum hérna. Það búið að biðja sérstaklega atkvæðagreiðslu? Ég reyndi að bað orðið í annað skipti, forseti. Já, ég fór að reynda að sjá það. Þú ert búin að biðja orðið núna sem ekki undir fundarstjórn forseta. Það rétt skilið? Já, bara þetta mál þó ég kannski muni laumast til þess að segja hér að ég taki hérna til greina orð bæjarfulltrúa Kolbrúnar og ég veit að hún skynsamur bæjarfulltrúi og átta sig á því hvað við erum að segja
að þetta þarf að vera skýrt. Og svo vil ég bara líka segja það er náttúrulega búið að tala mjög langt mál og mikið þetta atriði, en ég vil bara taka það skýrt fram að ég styð málið eins og það eins og við höfum byggt það upp frá hendi Mosfellsbæjar og staðið saman af því og auðvitað það ýmislegt áhugavert í því sem að Mikael að segja, en þegar ég bara að viðurkenna fullkomlega að ég misti þráðinn og þetta er svo tæknimál sem það þá að eins og hér hefur verið bent á þetta kannski að ræða við fulltrúa frá Sorpu en það er engin bilbugur á mér að finna við stuðning við Sorpu og gas og jarðgerðarstöð, já, ég meiri þess á erfitt með að segja þetta, gas og jarðgerðarstöðina. Takk. Já, áður en að við höldum áfram þá vil ég bregðast við, það að vera beina spurninga til bæjarfulltrúa, það er gott og gilt, en ég tel ekki að það hefur verið í þessu síðasta tilviki sem að við vorum að ræða hérna rétt áðan. Þannig ég held að við látum þetta duga. Það var búið að boða bókun áður lokar málinu og lokar mælum þá vil ég fá að heyra þessa bókun og hugsa að taka fundi. Já. Ég líka búin að senda beiðni tillögu verið búið fram til ákveða og bókun til vara. Það er búið að óska eftir því að verði greitt sérstaklega atkvæði þetta. Já, ég er með tillögu varandi þetta mál. Bókun? Já, ég tillögu. Sendi ykkur Þóru post. Byttu nú við, já, tillögu, já. Og bókun til vara þá? Já, það er rétt, ég er að lesa það hér. Umræðan sjálfur sér lokið núna, en það liggja hér fyrir tillaga sem ég þarf að lesa hér, hún var eingöngu send hér til mín og fundarritara, það er þá bæjarfulltrúa L-lista, Mikael Rebora, og fundurinn þarf að taka afstöðu til þessara tillögu, þetta er ekki bókun heldur tillögu, hann reynda með bókun líka. En tillaga bæjarfulltrúa L-lista er svona: Bæjarstjórn Mosfellsbæjar felur umhverfissviðið að skoða málin nánar og nýta sér umsagnarrétt vegna tillögu að starfsleyfi fyrir gas- og jarðgerðarstöð. Snýst þetta efnislega það að það er lagt fyrir þennan fund að fela umhverfissviðið að skoða málin nánar og nýta sér þann umsagnarrétt í sambandi við þetta starfsleyfi. Mér finnst rétt að gefa orðið laust þessa tillögu, einhver vill ræða það, síðan greiðum við bara atkvæðum það. Getur þú lesið tillöguna? Já, ég kannski, fundarritari, getur þú sett þetta á alla bæjarfulltrúa þannig við sjáum bara tillöguna svart á hvítu. Þóra, fundarritari. Hún er stutt en það er gott að sjá hana því að við þurfum að taka afstöðu til hana og ræða hana þá. Áður en við greiðum atkvæði. Ég var að beða orðið. Ég líka. Já. En tillagan er komin hérna inn í spjallið og já. Mikael, þú varst búinn að biðja orðið og síðan Haraldur. Já. Var ekki Ég tillöguna fram. Ég byrst afsökunar á að ekki senda á ykkur alla. Tillöguna bara. Ég er að tala tillöguna. Bara tillöguna. Já. Þetta er í rauninni þá tek undir þá með þessu athugasemdum að þetta mál sé flókið og tæknilegt. Þess vegna finnst mér eðlilegt og sé mikil í húfi fyrir Mosfellsbæ, þannig að starfsleyfi sé eins best og verður að koma sig. Þannig að þess vegna finnst mér rétt að bæjarstjórn feli þá tæknimönnum sínum að skoða málið nánar í samvinnu við Sorpu og Umhverfisstofnun og gera þær breytinga ef einhverja það þurfa á starfsleyfi. Já, Haraldur, þú varst búinn að biðja orðið?
Já, ég beðum afsökunar á hvernig ég skrifaði það að beðum orðið. Það er einhver síðan þarna á vikið. Orðið, já. En sko bara í stuttu máli, ég legg til að að bæjarstjórn felli þessa tillögu. Það er mjög mikilvægt að það er búið að draga úr hófi fram að þessi gas- og jarðgerðarstöð sé komið starfsleyfi, fá starfsleyfi. Það er mjög mikilvægt fyrir Mosfellsbæ að hún geti hafið störf og hefji störf strax og það er búið að grannskoða þetta starfsleyfi sem að Sorpa að sækja á grundvelli sinna starfsemi og þeirra sérfræðingar hafa farið yfir þetta. Líka hefur skoðað hér umhverfissviði bæjarins, þannig ég sé enga ástæðu til þess að fara að skoða þetta eitthvað frekar og legg til að þessari tillögu verði hafnað og að við samþykkjum afgreiðslu umhverfisnefndar á þessu máli. Mikael, þú beðið orðið aftur tillöguna. Já. Tillöguna. Já. Örstutt bara. Já, örstutt. Það sem kannski máli er það að betur sjá augu en auga. Eða öfugt, man aldrei hvort fleirtala, fleirtala sjá betur en eintala. Og máli líka það, í þessu viðkvæma máli, þá þarf akkurat að passa upp að það verði ekki neitt sem getur stoppað framgangi þessara mikilvægsmáls. Og mér finnst miður ef ekki komið til skila að ég stýð þetta gasjarðgerðarstöð eindregið. Það sem að meina akkurat þess vegna sem við tryggja með öllum ráðum að verði einhver flötur til að hengja sér á þegar það komið í höfn. Því það miklu meira mál að bregðast við kæru við starfsleyfi þegar það komið. Það það sem að benda. Já, fyrir það ekki núna neitt á, Sveinn Óskar hefur beðið orðið til að ræða tillöguna frá bæjarfulltrúa Mikael Rebora. Gjörðu svo vel. Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi. Þakkaði fyrir forseti. Ég heyrði að bæjarstjóra hann vildi fella tillögu sem gengur út að fá embættismenn bæjarins til að skoða þetta fyrir okkur, sem ég þykir dálítið sérstaklega í ljósi þess að hann æðsti embættismaður sveitarfélagsins og vill hasta þessu kannski áfram. Ég veit ekki hvað hvati þar á bakvið. Við búin að eiga Íslendingar langa umræðu verndun umhverfis og mikið rætt á tyllidögum að umhverfið fái tækifæri. Og þarna höfum við kjörið tækifæri til að láta okkar eigin embættismenn gera skoðun á þessu, sérstaklega til dæmis fulltrúi Samfylkingar myndist á áðan að hún hafi mist í raun og veru þráðinn í þessari frábæru útlistun Mikael Rebora á stöðunni og þá því frekar ætti að styðja svona tillögur sem gengur í raun og veru út á það að fá okkar fólk hér heima við til þess að gera okkar úttekt á þessu, til þess að vera með og þeirra umsagnir þetta. Við of oft of fljótfær og þetta að gefa tækifæri umhverfinu og íbúum sem gætu þurft að þola ónæði af þessu. Ég vil árétta líka að það var gert eigendasamkomulag og þetta að verða að breyta eigendasamkomulagi. Og ég tel meðal annars vegna þess og þá mjög skynsamlegt að umræðan sé ítarleg vegna þess að þetta í raun og veru stór mál. Ef við að hugsa það að fara í raun og veru gegn eigendasamkomulaginu með breytingu á því sem var gert fyrir. Það verið að breyta því sem var fyrir og það verið að bregða sjálfsagt við aðstæðum. Ég held að allir séu sammála því að það sé mikilvægt að þessi gas- og jarðgerðarstöð geti staðið og unnið það sem hún á að vinna þarna á þessu svæði. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, eingöngu ræða tillögun sem slíka sem eins og hún liggur fyrir, ekki máli í heild sinni, Já, ég sé að þú hefur fengið skilaboð þetta. Þakkaði fyrir forseti, en ég vildi bara ræða tillöguna en hún fjallar einmitt það að fara varlega, forseti.
og þú sem forseti sem umhverfissinni mikill að við látum þá reyna á þetta, okkar embættismenn taki þetta út og gera þetta fyrir okkur og þetta mjög mikið mál að við höldum vel á spöðunum í umhverfismálum og þetta bara tillaga sem beinlínis miðar að því. Já, ræðum tillöguna, bara eingöngu tillöguna, ég árétta það einn á mælendaskrá, vill ræða tillöguna, það Kolbrún Þorsteinsdóttir. Tillöguna búið að senda tillöguna á alla bæjarfulltrúa, við greiðum atkvæði núna fljótlega hana. Já, ég tek það fram strax í upphafi máls míns að ég mun ekki styðja þessa tillögu vegna þess að það heldur betur búið að fara í þessi mál. Okkar tæknifólk og umhverfissviðið hefur skoðað þetta ofan í kjölinn. Það her manna sem að skoða þessi mál. Ég held að þessi enginn af okkur í þessari bæjarstjórn sem kemst nálægt í varðandi þá þekkingu sem að þessi hópur hefur. Við erum öll umhverfissinnar, við viljum öll Álfsnesinu hið besta. Það engin ástæða til að fara að tefja málið enn frekar. Við verðum að halda áfram með þetta mál. Tíminn líður og það löngu bæði íbúar búnir að missa þolinmæðina og bara ástandið á Álfsnesi þannig að sko það fyrir 2 ára síðan átti þessi gas- og jarðgerðarstöð að vera tekin í gagnið. Þannig að við verðum að halda áfram með þetta og ég veit að það hefur verið nægur tími til að skoða. Sannarlega var það í seinna, þessum viðauka við eigendasamkomulagið að Gími yrði lokað. Við Mosfellingar lögðum mikla áherslu á það að Gími yrði lokað. Við þurfum enga frekari skoðun á því. Það sem fer í Gími fer í gas- og jarðgerðarstöðina, það ákveðið. Það eru tæknifólk sem að skoða það. Og ég ger ráð fyrir því þá að ég tali þá vini Mosfellsbæjar og fulltrúa Miðflokksins að það sem að við þurfum að fókusera á núna, það bara að Álfsnesið og gas- og jarðgerðarstöðin verði í lagi. Ég bara að því leytinu vil ég segja, ég mun ekki styðja þessa tillögu. Þetta máli farið á stað, það verið að skoða það og mér finnst þetta óþarfi að fara að endurtaka það. Já, það 3 á mælendaskrá, 3 bæjarfulltrúar á mælendaskrá til að ræða tillöguna sem liggur hér fyrir. Þetta 4 núna með Önnu Sigríði. En það ég var reynda búin að biðja orðið og ég ætla að segja stutt og laggott að ég styð ekki þessa tillögu. Málið búið að vera í skoðun og farvegi og nú bara komið að því að halda áfram hvað þetta varðar, þannig að ég legg til að þessi tillaga verði felld sem við greiðum atkvæðin hér eftir. En við ræðum ennþá tillöguna sem slíka og Rúnar Bragi næstur og síðan Haraldur og síðan Anna Sigríður. Mikael Rebora, þú ert búin að tala tvisvar tillöguna, þannig að það verður að setja punktinn þar. En Rúnar Bragi, þú ert næstur. Já, forseti, takk fyrir það, bæjarfulltrúar. Ég er sammála bæjarstjóra og nefndarmanni okkar og bæjarfulltrúa Kolbrúnu og þér forseti að fella þessa tillögu. Það það sem ég vildi segja. Já, Haraldur. Já, forseti bara östuðt að því að bæjarfulltrúar Miðflokksins fór að tala hún ekki tala tillögu heldur eigendasamkomulagið og mér fannst gæta einhvers misskilnings í hans málflutningi. Það ekki að breyta eigendasamkomulagið. Eigendasamkomulagið nákvæmlega eins og það og var gert núna á viðeigningu með það í júlí síðastliðinn. Þetta hins vegar stórt atriði, mjög stórt atriði að gas- og jarðgerðarstöðin fái starfsleyfi til að geta hafið störf til þess að setja efni á þetta eigendasamkomulag. Því að eigendasamkomulag gerir ráð fyrir því að urðun lífræns úrgangs hætti árin 2021. Það verði leyft að urða 6.000 tonn af lífrænum úrgangi í urðunarstaðnum Álfsnesi og svo óvirkan úrgang til ársloka 2023. Það hefur vísu ekkert með gas- og jarðgerðarstöð að gera. En til þess að geta efnt þetta eigendasamkomulag þarf þessi gas- og jarðgerðarstöð að fá starfsleyfi og geta hafið störf á fullum afköstum og það hagsmunamálið okkar Mosfellinga. Já, það var verið að benda mér á það hérna í spjallinu að flutningsmaður tillögu má tala oftar og það alveg rétt samkvæmt samþykktum bæjarins af því að bæjarfulltrúinn Mikael Rebora var að biðja orðið áðan, hafði talað tvisvar.
það alveg rétt, þannig að ég ætla að gefa þér orðið. Byrja með að vera stuttorðan og gagnorðan og sem flutningsmaður þér heimilt að tala oftar. Svo kemur Anna Sigríður. Gjörðu svo vel, Mikael Rebora. Já, takk fyrir það. Og bara ítreka það sem hefur greinilega ekki skilist, að tillöguna alls ekki ætlað að tefja fyrir máli, langt í frá. Til þess hins vegar eru starfsleyfi sett í umsögn til þess að veita tækifæri til að horfa á það sem mögulega má betur fara. Það ekki, í því felst ekki gagnrýni á þeir sem búða til. Á sama fundagerð sem við erum að fjalla upprunalega, það var að tala friðlýsingar, það búin að taka marga mánuði, marga ringir í umsögnum, ekki þar með satt að sé illa gert, alls ekki, heldur að bara veita sem flesta tækifæri til þess að geta bent á eitthvað sem betur. Það í því felst ekki gagnrýni á þeir sem að vinna til að byrja með. Og til að tala auðvitað yfir þetta mál tafist fyrir rosalega lengi. Ég var að skoða hvenær ég var þar síðast á bæjarstjórnarfundi, það var í maí 2019, þá sagði fulltrúi Mosfellsbæjar í Sorpu að það aldrei væri áætlun, að myndi skeikja dögum hvenær stöðu myndi opna. Það hefur aldeilis ekki verið. En það bara svona, heimur fer stundu þannig, en vel skal vanda sem lengi á standa, segir máltæki, ekki satt. Þannig að það anda tillöguna. Langt í frá að sé til að tefja máli eða gera erfitt fyrir gas og jarðgæslu. Bara þvert á móti. Já, Anna Sigríður, þú orðið, gjörðu svo vel, tillöguna. Já, takk, já. Ég ætla bara að lýsa því yfir, ég ekki sammála þessari tillögu. Við höfum, það að sérfræðingar skoða þetta mál ítarlega og vel og lengi. Sérfræðingar Mosfellsbæjar og umhverfissvið hafa gert það. Ég ætla að leggja traust mitt á leiðsögn þess fólks og þeirra sérfræðingar sem þetta hafa fjallað á vegum byggðasamlagsins og fyrir byggðasamlagið. Þar með ég ekki gera lítið úr athugasemdum Mikkeli, en ég ætla að halda mig við það að leggja traust mitt á það aðila sem hafa unnið þessu máli hingað til og sett fram gögn og áætlanir og tel bara afar mikilvægt að við ýtum þessu máli þannig áfram að starfsleyfi fái sem allra fyrst til þess að hlutinni farin að geta komist í fullan gang í Álfsnesi. Takk. Nú, fleiri ekki að mælda ská og þá komið á því ágætu bæjarfulltrúar að við greiðum atkvæði þessa tillögu frá bæjarfulltrúa L-listans sem var svohljóðandi: bæjarstjórn Mosfellsbæjar felur umhverfissvið að skoða máli nánar og nýta sér umsagnarrétt vegna tillögu að starfsleyfi fyrir gas- og jarðgerðarstöð. Þeir sem styðja þessa tillögu að berja rétt upp hönd núna. Þeir sem á móti, hún felld með 5 gegn 2, er það rétt? Náði þið sjálfur? Nei? 2 ekki. Já, það 7 gegn 2, er það ekki rétt? 7-2. Það enginn sem sagt já, 7-2. Þá verðum við komin á þennan stað, en það liggja hérna fyrir 2 bókanir sem að voru að senda forseta og fundarritara og ég ætla að lesa það upp. Hér fyrst bókun undir þessu máli frá bæjarfulltrúa L-lista, Mikael Rebora. Hún svohljóðandi: bæjarfulltrúi L-listans Mosfellsbæjar ítrekar efasemdir sínar varðandi tillögu að starfsleyfi fyrir gas- og jarðgerðarstöð Sorpu og hvetur til þess að láta ekki tæknileg atriði, tæknileg og óskhyggju blinda sig. Það jafnframt afar sorglegt að athugasemdirnar séu stiltar upp sem aðför að framgangi gæja, því fer fjarri.
Þetta er bókun bæjarfulltrúa L-lista og síðan var komin líka bæjarfulltrúi bókun frá bæjarfulltrúa M-lista Sveini Óskari Sigurðssyni. Bókun M-lista svohljóðandi: Þessi áform Sorpu geta skapað íbúum Mosfellsbæjar tjón með áframhaldandi óþef og illalíktandi umhverfi í okkar fallega bæjarfélagi. Munu íbúar bæjarins eiga á hættu að áframhaldandi óþægindi stafi frá urðunarstöðum á Álfsnesi. Einnig raunverulega hætta á að þessi áform Sorpu gætu stuðlað að enn frekari töfum við uppbyggingu og lagningu annars áfanga Sundabrautar á svæðinu sem á eftir að fara í umhverfismat og endanlega hönnun hvað legu hennar varðar Álfsnes. Þetta var bókun bæjarfulltrúa M-lista. Hún komin hérna inn í spjallið. Má ég ræða þessa bókun? Ég held að sé best að gera þá fundarhlé eða Nei, ég vildi nú bara ræða hana á fundinum. Í henni eru svo einhver meiri, ég ætla bara að orða það sem einhver meiri átt að misskilning, sko. Forseti. Forseti. Ég eftir því að fundarsköp sé haldin. Já, sko, það ýmist ráð til þess að ræða bókanir, oftast gera með það bara með gaggbókunum eða biðja fundarhlé, það líka gott, sko. Ok, þá vil ég bara gaggbóka. Ég vildi nú koma þessum athugasemdum mínum á framfæri inn á fundin, þannig að alþjóð geti heyrt þetta. En þá ger ég bara gaggbóka. Má lesa bókun, viltu lesa bókun upp aftur? Já, hún komin í spjallið. Já. Hérna, Ritari búin að setja inn í spjallið. Þannig að hún hér ykkur innan fyrir. En hérna, já, það verið beðið fundarhlé til að gera gaggbókun og það verið búin að beðið fundarhlé allavega. Haraldur, þú hefur gert það, þannig að ég held að við gerum fundarhlé og það hefst bara núna og leið og þá bendingu frá ritara. Við hefum þá fund að nýju og við erum með það stödd í fundargerð umhverfisnefndar frá 17. september, fundur númer 212 og ræðu 15 mál sem hefur þennan titil starfstillaga fyrir gas- og jarðgerðarstöð Sorpu byggðasamlags í auglýsingu. Hér liggur fyrir bókun frá bæjarfulltrúum C, D, S og V-lista sem að forseti ætlar að lesa. Bókun bæjarfulltrúa M-lista lýsir algjörri vanþekkingu hans á málinu. Bygging gas- og jarðgerðarstöðvar eitt stærsta einstaka umhverfisverkefnið sem ráðist hefur verið í hérlendis á liðnum árum. Hún meðal annars reist til þess að koma í veg fyrir þau óþægindi sem að íbúar Mosfellsbæjar hafa orðið fyrir af urðunarstaðnum í Álfsnesi undanfarna áratugi. Eins og bæjarfulltrúa M-lista ætti að vera fullkunnugt hefur sérstaklega verið gert ráð fyrir legu Sundabrautar Álfsnes og byggingarstaður gas- og jarðgerðarstöðvar sérstaklega staðsettur með tilliti til Sundabrautar. Bókanir sem þessar annaðhvort settar fram að fullkominni vanþekkingu eða til þess að reyna að slá ryki í augu bæjarbúa. Þetta var bókun frá bæjarfulltrúum C-lista, D-lista, S-lista og V-lista í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og það verið beðið fundarhlé nú þegar og við gerum fundarhlé. Við hefum þá fund á nýju ágætu bæjarfulltrúar og erum að ræða ennþá 5. mál í fundargerð umhverfisnefndar frá 17. september. Núna liggja fyrir 2 bókanir sem að forseti mun lesa. Fyrst kemur hér bókun frá L-lista, hún svohljóðandi. Rétt að taka undir bókun C, D, S og V-lista að gas- og jarðgerðarstöðin sem risið hefur í Álfsnesi gríðarlega mikilvægur áfangi í meðhöndlun úrgangs á höfuðborgarsvæðinu og Íslandi öllu. Gas- og jarðgerðarstöðin hins vegar ekki ætlað að leysa alla urðun á hólmi, heldur einungis að vinna úr lífrænum hluta almenns heimilisúrgangs frá sorphirðu sveitarfélaganna. Eftir standa 100.000
tonn af úrgangi á ári sem berast nú til urðunarstaðar í Álfsnesi og sveitarfélögin munu áfram þurfa að fást við þrátt fyrir tilkomu gæja. Það því bæði ónákvæmt og jafnvel óábyrgt að taka það ekki fram. Þetta var bókun frá bæjarfulltrúa Ellista, Mikael Rebora. Síðan mun forseti lesa hér bókun frá bæjarfulltrúa M-lista, Sveini Óskari Sigurðssyni. Hún svoljóðandi. Bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, Samfylkingar og Viðreisnar upplýsir vel hve illa fulltrúar þessara flokka eru inn í umræðu líðandi stundar varðandi minjavernd á Álfsnesi. Eftir stendur svo staðreynd að með deiliskipulagi samþykktu árið 2015 gas- og jarðgerðarstöð Sorpu staðsett þannig að fækka kostum legu brautarinnar, samanber skýrslu Minjasafns Reykjavíkur 2008. Það ljóst að annar áfangi Sundabrautar mun liggja Álfsnes og hefur enn ekki farið í umhverfismat. Því og þess vegna lega hennar ekki endanlega komin í ljós, meðal annars í ljósi þess sem fram hefur komið í opinberu umræðum. Þá liggur ljóst fyrir að með urðunarstað þar sem Sorpa vill nú bæta við í Álfsnesi gæti slíkt skapað auki flækjustig í tengslu við legu Sundabrautar, hönnun og skipulag. Endanlegri hönnun á legu brautarinnar ekki lokið og allar framkvæmdir á Álfsnesi munu auka hættu á að Sundabraut verði ekki lögð á svæðinu. Bókanir framangreindra flokka ekki til þess fallin að lýsa vel áformu stendur. Þessar tvær bókanir hafa þegar búið að biðja fundarhlé og við gerum fundarhlé. Við hefjum það fund að nýju og forseti ætlar að lesa hér síðustu málsgrein í bókunum frá bæjarfulltrúa M-lista. Það vantaði þess aftan á hana vegna tæknilegra ágalla, en hún endar svona, bókun M-lista, sem var þegar búið að lesa að mestu leyti, en síðasta málsgrein svona: bókanir framangreindra flokka ekki til þess fallin að lýsa áformu þeirra við að standa vörð hagsmunamál Mosfellinga og stuðning við lagningu Sundabrautar. Þá hún verið lesin öllu leyti, en hins vegar vorum við að gera fundarhlé. Það var notað til að semja hér nýja bókun og það bókun frá bæjarfulltrúum C-lista, D-lista, S-lista og VAF-lista. Hún hér inn í spjallinu, en ég forseti ætlar að lesa hana hérna í heyranda hljóði. Hún svona: samkvæmt eigandasamkomulagi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem undirritað var í júlí 2020 mun urðun í Álfsnesi hætta fyrir fullt og allt árið 2023. Urðun lífrænsúrgangs verður hætt í lok árs 2021 og á því ári má aðeins urða 6.000 tonn af lífrænum úrgangi. Eigendasamkomulagi kveður á að urðun í Álfsnesi verði hætt og aðrar leiðir farnar. Það ábyrgðarlegt að halda öðru fram. Við ítrekum að Sundabraut og minjavernd koma starfsleyfi gas- og jarðgerðarstöðvar ekki við. Það væri nær að bæjarfulltrúar L og M-lista stæðu með öðrum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar við að verja hagsmuni Mosfellinga varðandi úrgangsmál í Álfsnesi. Þá lít ég á að þetta mál sé útrætt á þessum fundi, en við eftir að greiða atkvæði það. Það var óskað eftir því að grætt sérstaklega atkvæði þetta mál í þessari fundagerð og forseti telur það bara rétt að við gerum það núna. Þetta snýst umhverfisnefnd náttúrulega og niðurstaða nefndarinnar var einfaldlega þannig að umhverfisnefnd gerði ekki athugasemd. Og nú spyr forseti eða biður þá bæjarfulltrúar rétt upp hönd sem staðfesta niðurstöðu umhverfisnefndar á þessum umrædda fundi að rétt upp hönd. Það eru 6 hendur á lofti og einhver á móti. Það það einn á móti, einn situr hjá og þetta voru 7 sem voru fylgjandi þessu. Þá var það komið. Þá hefum við lokið umfjöllun þetta eina mál og reynda vorum við búin að... Já. Ég baði að fá að gera grein fyrir atkvæða mínu. Já, fyrir ekki, ég sá það ekki hérna. Já, þetta komið allt inn. Já,
örstutt að gera grein fyrir atkvæði sínu. Eingöngu það. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Takk fyrir forseti. Varðandi þetta mál og þá hef ég bókað á þann hátt að benda á áhættu. Nei, fyrir ekki að nú verð ég að stoppa þig, ekkert bókanir, það bara gera grein fyrir hjásetuðinni. Í bókunum mínum vil ég samt árétta vegna þess vegna kemur hjásetan, ég er bara að benda þar á að það er áhætta í þessu, en ég vil ekki standa í veginu fyrir verkefnum sem slíku, en ég sitt hjá vegna þess að mér finnst ekki nægilega gert grein fyrir þessari áhættu sem augljós er. Það er komið til skila og forseti þá gefur orðið laust öll málin hinn, það er að segja ekki fyrsta mál, það var útrætt, og ekki fimmta mál sem við rættum hérna í dálítið alllangan tíma en orðið laust og fylgjast með spjallinu, við notum það bara. Það er enginn sem biður orðið þar og þá lít ég svo á umræðinu lokið, þá göngum við til atkvæða málin nema fimmta mál, við erum búin að greiða atkvæða það, þeir sem staðfesta hinn málin, niðurstöðu nefndarinnar eins og einstök mál bara með sér, eru bara rétt upp hand. Það er 9 atkvæði þar. Síðan kemur hér næsta fundargerð, síðasta frá nefnd bæjarins, það er skipulagsnefnd. Hún hélt fund 28. september síðastliðinn, það er númer 523. Mörg mál á dagskrá þar að venju og forseti gefur orðið laust, við erum að biðja orðið inn í spjallinu. Ef einhver kýs það. Já, það er Lovísa Jónsdóttir sem við biðjum orðið, gjör svo vel, bæjarfulltrúi Lovísa. Já, ég vona að mér takist að hafa headsetið inni allan tíman. Ég kem þá upp inn á fundin undir máli 5.2, fjölgun bílastæða við Varmárveg. Það er svo langt síðan að maður er svo ruglaður hérna eftir allan þennan tíma. Það sem að ég hef þá athugasemd við þetta mál að hér erum við að leggja fram deiliskipulagstillögu sem felur í sér að útbúa við Varmárveg 38 bílastæði. Það er efst á Varmárvegi, á gatnamótum Varmárvegar og Vefarastrætis, eru bílastæði staðsett báðum megin við götuna. Og þau bílastæði eru að valda gríðarlegum þrengingu á þessum vegi og eru erfið fyrir fólk sem þarf að keyra þarna. Bæði vill ná þannig til að þarna efst þá eru þau bílastæði innan lóðamarka blokkana en engu síður þá eru hlutföllin öll þau sömu. Þannig að þarna er sem sagt verið að gera deiliskipulagstillögu það að setja áframhald af svona bílastæðum þarna niður alla leiðina. Þeir íbúar sem þarna búa hafa orðið fyrir miklum óþægindum oft á tíðum þegar það eru bílastæði báðum megin við, sérstaklega á veturnar þegar það er snjóflóð, vegna þess að það verður bara einbreiður vegurinn þarna niður. Það sem að ég hef ekki skilið við meðferð málsins er það að það kemur fyrirspurn frá eigendum 7 íbúða af 8 í litlu fjölbýli að fá fleiri stæði. Þau höfðu nýtt sér ófrágengna lóð raunverulega til þess að leggja og vera með svona gestastæði og sem að þau missa þegar það gengi frá og settu göngustígur og svona. Þetta er blokk þar sem reyndar alveg sem sagt 2 stæði per íbúð eins og bara oftast nær í fjölbýlishúsum. En ég meina gott og vel og við viljum koma til móts við bæjarbúa þegar við getum. En það sem ég skil ekki það hvernig þessi fyrirspurn frá eigendum 7 íbúða verður til þess að það að leggja bílastæði með tilheyra kemur til að deiliskipulagi sem býður upp á að það séu búin til 38 bílastæði niður alla götuna.
með sko þeim kostnaði fyrir útsvarsgreiðendum Mosfellsbæjar sem að tilfellur ef að það síðan ákveðið að stíga skrefið til fulls. Og það nú vissar vísbendingar að það verði gert vegna þess að það nú þegar búið að gera hluta af þessum stæðum, þó svo að það sé ekki nú í dag á gildandi deiliskipulagi. Þannig að mér finnst þau bara að vera að taka svolítið sko djúpt í árina og þar að auki þá var efla fengin til þess að meta hvað væri hægt að setja mörg bílastæði þarna til viðbótar þegar þau voru að gera þarna skýrslu sem að fjallaði umferðarmál í stærra samhengi að þau voru líka spurð út í þetta og þau koma með tillögur að stæðum og hvar væri hægt að staðsetja þau. En það voru í heildina 10 stæði en núna eru komið 38. Og ég líka benda á það að við þekkjum það frá öðrum svona bílastæðum þar sem að sko bara á það til að verða safnstæði, safnast alls konar druslur. Ég bara, og þessi sæði og þetta stóra safnstæði bara talsvert langt frá allavega þessum blokkum, það sem kannski það þrengsta. Það verið að setja þetta niður og meðfram einbýlishúsunum og raðhúsunum sem að hafa flestöll bara mjög mikið og gott að stæðum í kringum sig. Við fer mikið þarna og þennan hluta og það bara, ég hef ekki orðið vör við það að það sé nokkur einasti skortur á bílastæðum þarna neðrapartinum. Þannig að ég kannski gerir fyrst og fremst athugasemd við það, mér finnst við komin langt fram úr okkur. Það engin gögn, það ekkert inn í málinu, ég hef fengið þær munnlegu útskýringar að það hefur verið aðrar fyrirspurnir, en ég verð ekki athugasemdir við það að þegar að það er búið að vinna heila deiliskipulagstillögu að ég hafi ekki sko neitt annað en þessa einu fyrirspurn frá íbúum í einni blokk. Ef það eru fleiri fyrirspurnir eða hvort sem það eru símtölu eða tölvupóstar, þá eiga bara allir þeir tölvupóstar að fylgja með og það var hægt að búa til símstalsskýrslur þannig að við sjáum umfangið að þetta sé raunverulegt en ekki bara manni sé sagt þetta, þú veist, að því að einhver upplifir einhverja mikla pressu, það getur bara, við vitum alveg hvernig það getur verið 1-2 frekur einstaklingur út í bæ sem bara svo mikinn háa að maður upplifir það sem eitthvað miklu meira heldur en það Allavega, mér finnst þetta, mér finnst þetta vera komin svolítið fram úr okkur og þess vegna get ég ekki stutt þetta í þessari mynd eins og þetta liggur fyrir núna og ég áheyrnarfulltrúi þarna inn í skipulagsnefnd, ég spurðist fyrir þetta og ég ræddi þetta þar, ég alltaf ekki atkvæðarétt þar en ég var atkvæðarétt hér. Þannig að það var það sem ég vildi segja þetta mál. Snústöndi. Já, bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Ætla að koma inn í þetta mál númer 52 á skipulagsnefnd, fundur númer 523, fjölgun bílastæði Varmálvegi í Helgafellshverfi. Þetta mál komið núna og þá að auglýsa deiliskipulagstillögu að breytingu á deiliskipulagi vegna fjölgunar á bílastæðum við Varmálveg. Lovísa Jónsdóttir nýkomin inn í skipulagsnefnd sem áheyrnarfulltrúi, það alveg hárrétt hjá henni. Málið hefur fengið talsvert mikla umfjöllun þar á fyrri stigum og það var ákveðið innan nefndarinnar að fara í allsherjar endurskoðun á bílastæðamálum í Helgafellshverfi, ekki bara þarna. Og það var enda gengið lengra, það var farið í varðandi merkingar og það var varðandi skiltur ýmislegt annað. Þetta bara hluta þeirri vinnu og það var samþykkt í skipulagsnefnd í umræðum þessi mál í Helgafellshverfi, umferðarmál, að fara í endurskoðun á þessu svæði á bílastæðamálum. Meðal annars vegna þess að frá því að þetta deiliskipulag sem þarna í gildi var samþykkt að þá hafði orðið töluvert mikið fjölgun af íbúðum í hverfinu og það alveg rétt að það liggur fyrir í málinu ósk frá íbúum fjölgun á stæðum en það sem líka kom fram á fundinum og það alveg rétt hjá Lovísu en þau gögn ekki undir málinu vegna þess að það kom fram á íbúafundi þar sem við vorum einmitt að blésum til íbúafundar varðandi
varðandi deiliskipulag og einmitt einmitt umferðarmál í Helgafellshverfi, að þar kom fram líka mjög miklar óskir það að fjölga þarna bílastæðum. Efla var fengin til verksins og ekki til þess að fjalla þetta afmarkaða svæði, heldur þeir tóku þátt í annarri vinnu og þeim var ekki falið að koma með einhverja tillögu að einhverjum hámarksstæðum við þessa götu. Það er allt öðruvísi umhorfs neðar í götunu heldur en upp á horni sem að geta skapast vandræði. Með þessu er til dæmis verið að hverfa frá því að þarna séu þversumstæði, þar sem er verið að bakka út í götuna og hvort að þetta sé of mikið, af því að Lovísa búin að telja hvað mikið bílum þarna ekki, að þá eru allavega íbúar mjög ósammála því að þetta sé þannig og við erum mjög ánægð í skipulagsnefnd að áður en að verið farið í endanlega frágang þarna, vegna þess að það þarf yfirborðsfrágang þarna og það er enginn komin til með að segja að það verði eitthvað miklu dýrara að gera þetta með þessum hætti heldur en það sem var núna fyrir í gildandi deiliskipulag. Þannig að við erum mjög ánægð með það og það var algjör samhugur í skipulagsnefnd að fara í þessa vinnu og það var algjör samhugur í skipulagsnefnd að auglýsa þetta og að sjálfsögðu núna bara verið að auglýsa þetta deiliskipulag og það koma þá að sjálfsögðu athugasemdir ef einhver hefur athugasemdir við þetta safnstæði sem hún var að tala um neðst í götunni, það kemur sér alveg örugglega vel vegna þess að þarna áttu nú upphaflega að vera vegur í gegn og niður í gegnum og niður í Reykjahverfi, það var horfið frá því. Þetta er örugglega mjög fín stæði fyrir fólk sem er að fara þarna í útivist og verður örugglega mikið notað á þeim vettvangi. Auðvitað getur það verið hætta eins og annars staðar í bænum að þarna verður lagt einhverjum bílum sem ekki að vera þarna. Þetta verður merkt sem gestastæði og við erum nú með sektarheimildir í Mosfellsbæ til þess að nýta þegar að er að ræða þannig og ég held að þetta sé bara hið besta mál og þetta er engin einhver sérstök pressa frá einhverjum örfáum íbúum sem að eru þá að pressa alla nefndamenn í skipulagsnefnd nema þá nefndamenn L-lista, að það sé ekki einhver pressa annars staðar á nefndamenn L-lista frá einhverjum sem vill ekki þetta stæði, því að hann vill bara vera í friði þarna með ég veit ekki eiginlega hvað, þannig að ég vil ekki fara út í það hvar pressan kemur. En þetta var alltaf samþykkt einróma í auglýsingu og síðan er aldrei að vita, eins og við höfum oft séð, að það getur vel verið að komi þannig athugasemdir við þessa deiliskipulagstillögu að við þurfum eitthvað að skoða hana og laga hana til og það sjálfsögðu verður það skoðað og eftir það þá munum við sjá hvort að þetta mun taka einhverju breytingum eða ekki. En þetta var samþykkt einróma fyrir utan að fulltrúi L-lista sem að reyndar hafi ekki atkvæðisrétt og hún gerði athugasemdir við þetta fundinu sem að hún er að sjálfsögðu fullan rétt til. En ég vona að það svari einhverjum spurningum. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú ert næstur á mælendaskrá annað mál, sem sagt, það er að segja fjölgun bílastæða. Við varum á við Helgafellshverfi sem bæjarfulltrúi Lovísa og Ásgeir voru að tala. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk fyrir. Ég er undir 5.2 varðandi þessi bílastæði. Ég tek undir með formanni skipulagsnefndar varðandi þessi bílastæði og þetta skipan mála og tek bara undir það að þarna var unnið samhliða að lausn vandamála sem að voru leyst með þessu fyrirkomulagi og ég legg áherslu á það að við styðjum þetta og ég bara þarf ekki í raun og veru að hafa langa tölu um það því að formaður skipulagsnefndar fór mjög vel yfir málið og þau úrræði sem í boði fyrir fólk til þess að gera athugasemdir en ég mun styðja þessi áform. Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs þetta mál. Þannig að forseti líður svo á að það sé útrætt á þessum fundi. Annað mál nummer 2. Orðið laust. Ég var búin til seina að biðja um orðið. Já, þannig að þú komin inn, Anna Sigríður Guðnadóttir. Gjörðu svo vel. Já, bara svo mér langar aðeins bara svo ég átti með þess á þessu að þessi 10 stæði sem koma fram í skýrslu frá Eflu eru þá ekki hluti af þessari stóru endurskoðun sem formaður skipulagsnefndar talar varðandi bílastæðamál í Helgafellshverfi. Ég skildi þannig þá að þessi 38 stæði væru hluti af
af endurskoðun bílastæða bara í öllu hverfinu og þá langar mig að spyrja sko, þú veist, ætlunin að bæta þetta hlutfallslega mikil fjölgun sýnist mér á einhverjum götuparti hugsunin að setja stæði alls staðar þar sem að mögulega hægt að koma þeim fyrir þó að sé þröngt. Ég bara spyrja því ég dálítið ókunnuð þessu máli og hvernig þetta hljómar fyrir mér eins og fyrst hljómar þetta eins og þetta væri vegna beiðni einhverja íbúa en svo kemur formað skipulagsnefndar og segir þetta hluti af stærri endurskoðun bílastæðamála í Helgafellslandi. Það rétt skilið hjá mér? Ásgeir Sveinsson, það var beint spurningu til þín, gjörðu svo vel. Það fá að svara henni, það fyrst að fá að leiðrétta mig, það sem ég var að tala áðan, þegar ég talaði fulltrúa L-lista, það að sjálfsögðu fulltrúi C-lista Viðreisnar sem að ég var að ræða ekki fulltrúi L-lista, ég byrst afsökunar því. Þessi spurning, Anna Sigríður, akkurat sama spurningin og ég spurði þegar við fengum þessa vinnu tilbaka. Það eftir sem að mér skilst, ekki svigrúm til þess að bæta við fleiri bílastæðum í þetta deiliskipulag heldur en þessum 38 bílastæðum sem eru innan þessara tillögu. En svo eru önnur deiliskipulag sem möguleiki á að skoða en eftir því sem að mér skildist að þá ekki ætlunin eða ekki möguleiki á að bæta við fleiri stæðum. Það náttúrulega verið að ganga þetta frá torginu sem innan þessu auga líka, þar verið að fjölga bílastæðum en það ekki áformum að bæta við fleiri bílastæðum heldur en þessum sem eru þessu deiliskipulagi að sinni, því sem mér skildist. Ég vona að svara spurningunum. Já, Lovísa Jónsdóttir, þú ert með orðið núna, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég ætla kannski aðeins ég ætla ekki að fjölyrða of mikið þetta, Ásgeir nú búin að leiðrétta bókstaf og flokk. Eitt af því sem kannski umhugsunarvert það að það á að vera alveg sama hvenær maður kemur inn í nefnd, maður á þegar máli sett á dagskrá að hafa aðgang á öllu með þægilegum og góðum hætti. Maður á ekki að þurfa að stóla það að hafa verið á fundunum til að vita að svo mikil umræða hafa átt sér stað. Og það var nú kannski gallinn í þessu máli. Við þurftum nú að fresta því á þar síðasta fundi en fyrir þann fund hafði ég samband við starfsfólk umhverfisins til að spyrjast fyrir vegna þess að þá var bara teikningin þarna inni og ekki einu sinni sú sem komin þó inn í dag og eftir það samtal var bætt við gögnum en ég þurfti að fara í svona frekari fylgiskjöld til að finna EFLU-skýrsluna. EFLU-skýrslan sem ég að vísa til þessi heildarúttekt á bílastæðafjölda í 3. deiliskipulagsáfanga. Undir því var sérstaklega skoðað vegna þess með leyfi forseta sem stendur hér í skýrslunni að athugasemdir hafa borist frá íbúum Uglugötu og það þessi póstur sem að ég vísa til sem inni gögnumálsins akkurat sá þær athugasemdir. Ég ekki með neitt annað og þetta sambarlegt í skýrslunni. Aftur með leyfi forseta í þessari skýrslu þá segir fyrir ekki að skrolla hérna til þess að koma til móts við þennan mismun, þannig búin að vera smá umræða svona tölfræðilegar upplýsingar og hér áfram verið að tala út frá þessari beiðni frá Uglugötu þá segir til þess að koma til móts við þennan mismun mögulegt að koma fyrir viðbótar bílastæðum meðfram vesturhlið Varmárvegar sem gæti nýst íbúum og gestum Uglugötu. 2 mögulegar staðsetningar fyrir 10 bílastæði við á Varmárgötu eru sýndar. Mælst til þess að bílastæði verði samsíða. Gætast til þess að bílastæði sé 5-10 metra frá götuþverunum. Þannig að aftur ég veit að það var skoðað meira en í þessari EFLU-skýrslu spesifískt talað beiðni frá íbúum í Uglugötu. Gott og vel, þú veist, ég alls ekkert á móti því að við bætum við bílastæðum eða gerum það sem við getum. Ég bara sé engin málefnaleg rök fyrir því að fara úr þessum 10 upp í 38. Mér finnst þetta bara verða rosalega mikið.
Og ef svo við ræddum á skipulagsnefndarfundi, að þegar maður hefur svona vegferð á A, þá fylgir oftast B á eftir. Og ef A þýðir þetta, já, þá verður B í samræmi við það. Og það bara það sem ég hef athugasemd við. Ég bara hefði viljað sjá skýrari gögn með líka og ég óskaði eftir því í spjallinu að við myndum greiða sér atkvæði þennan lið fundargerðarinnar og ég með bókun sem ég held ég sé búin að senda á ykkur Þóra og Bjarki. Já, það má líka bara setja það inn í spjallinu. Já, ætlaði Þóra ekki að vera að setja það inn, ég held mér það er líka komun, já. Forseti, ég var búin að biðja orðið eftir. Já. Ég var að svara spurningum á hann. Já, alveg hárrétt. Ég bara örstuttum þetta bara til þess að árétta að sjálfsögðu viljum við hafa eins mikið af gögnum undir málum og hægt og ég held að séum öll sammála því og ég skal leggja enn meira áherslu á það sem formaður skipulagsnefndar að það sé eins vel úr garði gert eins og hægt varðandi önnur gögn undir þessu máli heldur en þessa skýrslu og þennan tölvupóst eða þessa ósk sem að vísa í skýrslunni. Það held ég ekki hægt að ætla til þess að á einhverju 2-3 ára ferli sem að það samtöl við annarkvæmt símhringingar við skipulagsfulltrúa eða byggingarfulltrúa eða framkvæmdastjóra umhverfissviðs eða hvað að það sé hægt að safna því í gögn til þess að láta það vera undir þessu máli. Ég held og líka á þessum íbúafundi þá var þetta líka rætt og það var svo sem ekki sérstök fundargerða eftir þann íbúafund og það var kannski ekki þessna sem þetta fór undir máli. En ég vil bara ítreka varðandi þessa skýrslu. Skýrslan var sannarlega unnin af Eflu en hún var síðan tekin til vinnslu og úrvinnslu eins og ég gerti svona skýrslur inn á umhverfissviði. Og það sem var verið að endurskoða þetta í heildina þá var ákveðið að það væri þörf og það væri möguleiki á því að fjölga þarna bílastæðum með þessum hætti sem gert þarna og ég held að sé nú ákaflega sjaldan sem að við lendum í því, allavega í Mosfellsbæ, að það sé verið að kvarta undan því að það séu of mörg bílastæðum. Þetta eilíðar vandamál þar sem að verða óska eftir fleiri bílastæðum að þetta setja í vandræði. Þannig að við einmitt bara fögnum því að þetta gat verið leyst með þessum hætti og vonandi verður B á eftir A þarna hvort sem að tillagan tekur svo einhverjum sérstökum breytingum eða ekki eftir athugasemdir. Takk fyrir. Já, hérna liggur fyrir bókun frá bæjarfulltrúa Selista, hún í spjallinu. Það engin á mælendaskrá, les forsetið ekki rétt. Þá líti ég svo á að umræðum sem lokið, það verið beðið sérstaklega atkvæðagreiðslu þetta mál og við klárum það bara núna en þá ætla forsetið fyrst að lesa bókun frá bæjarfulltrúa Selista. Hún svohljóðandi. Bæjarfulltrúi Selista Viðreisnar telur að fyrirliggjandi deiliskipulagstillaga gangi lengra en tilefni til. Í tillögunni gert ráð fyrir bílastæðum beggja vegna vegarins við stærsta hluta hans, rétt eins og efst í götunni, en þar vel þekkt að mikið þrengsl geta orðið. Sérstaklega veturna þegar gatan getur nánast orðið einbreið vegna snjóa. Í gögnum málsins liggur eingöngu fyrir beiðni frá eigendum 7 íbúða í litlu fjölbýljum bílastæði á svæði sem íbúðin nýttu sem bílastæði áður en göngustígur var lagður. Verkfræðistofan Efla var fengin samhliða öðru verkefni til að meta möguleika á því að bæta við bílastæðin við Varmárveg og lagði í desember 2019 til 2 staðsetningar á 10 stæðum til viðbótar. Engin gögn fylgja málinu sem veita skýringar á því hvers vegna ekki farið að tillögum Eflu og hvers vegna deiliskipulagstillagan feli í sér fjölgun 38 stæði í stað 10 með tilheyrandi kostnaði fyrir útsvarsgreiðendum Mosfellsbæjar. Þetta bókun frá bæjarfulltrúa Selista og þá komið að því að greiða atkvæði. Sérstaklega þetta var óskað eftir því og svo að
Sko niðurstaða nefndarinnar sem að við erum eiginlega greið atkvæða var svohljóðandi. Skipulagsnefnd samþykkir að auglýsa tillögu að deili skipulagsbreytingu samkvæmt 1. grein málsgreinar 43. grein skipulagslaga númer 123/2010. Og þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta þessa niðurstöðu skipulagsnefndar Benni rétt upp hönd. Það 8 hendur, einhver á móti. Það samþykkt með 8 atkvæðum, 1 situr hjá. Þá þessum þetta mál úr sögunni á þessum fundi. Mál nr. 2 og forseti gefur þá orðið laust einhver önnur mál þarna á þessum ágæta fundi sem var haldinn hérna síðastliðinn mánudag. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, ég óska eftir að nokkrir liðir yrðu kosið það sérstaklega. Ég ætla svo sem ekkert að tjá mig meira það. Já. Ég gert það á öðrum vettvangi og ég get svo sem kæla upp að ég mun sitja hjá undir þessum liðum. Varstu búin að taka þá saman? Já, ég er búin að taka það saman. Það mál 4, mál 6, mál 11, mál 12 og mál 13. Það beðum sérstaka atkvæðagreiðslu og við förum að sjálfsögðu eftir því. Já, takk. En ef svo að enginn vil taka til máls, þá göngum við bara til atkvæðagreiðslu og þá Við afsökunar aftur, en ég með orðið, ég bað orðið. Já, baðst orðið, já. Ég sé það núna, Anna Sigríður Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Reyndar mál 5-4. 5-4, já. Já, það ekki í lagi núna? Já. Já, mér langar bara aðeins að taka þetta til máls og taka undir bókun fulltrúa S-lista inn í skipulagsnefndinni. Það sem hann talar fyrir utan að það taka undir áhyggjur íbúa og sumarhúsaeigenda á svæðinu sem við þekkjum náttúrulega frá eldri tíð þegar vinnsla var í þessari námu og hvað var mikið ónæði af því. En megin athugasemdin við þessa fyrirliggjandi matsáætlun að þar því bara og þá að gera skal ég segja ykkur það var samþykkt í bæjarstjórn sem kemur fram í gögnum sem undir að gera mat sem átti að byggjast algjörlega bara á umhverfisforsendum hugsanlega áframhaldandi nýtingu námunnar og það kemur fram að það einhverjir aðrir kostir til þess að fá viðlíka gott efni en það liggur ekkert fyrir neina kostnaðargreiningu á því hvað það myndi kosta samfélagið að fara og ná í þetta efni annars staðar. Það engin kostnaðargreining á því til dæmis hvað það myndi kosta að sækja, eins og mér skilst að hafi komið fram, möguleiki að sækja þetta efni jafnvel alla leið til Noregs. Hvaða kostnaður liggur þar að baki og hver er umhverfiskostnaðurinn eða kolefnisfótspor af því. Mér finnst þurfa að gera meira úr þessum hlutum og svo síðast en ekki síst að þá eins og við vitum að þá Reykjavíkurborg að fara að flytja og líklega búin að flytja inn og ég held að önnur sé væntanleg malbikunarstöð upp á Esjumela og ég held að þurfi að skoða það sérstaklega hvað það geti þýtt fyrir umferð því að það alveg ljóst að efnisflutningur og námunni fyrir malbikunarstöðvar á Esjumelu og nú veit ég að þær eru fleiri til en önnur stöðin sem fyrir á Esjumelu svo sem notaði mjög mikið efni úr þessari námu. Þeir flutningar munu ekki fara út á Nesjavallaveig og Suðurlandsveg og Vesturlandsveg og þannig á milli. Þeir munu fara Hafravatnsveg og í gegnum Mosfellsbæ. Þannig að ég held að þurfa að gera miklu meira einhvern veginn úr þessum þáttum inn í þessari
áætlun sem ég held, draugamatsáætlun, já, ég voni ég sé að fara rétt með heitin á þessu. Þannig að ég vildi bara ítreka þessa skoðun nefndarmanns S-lista inn í skipulagsnefndinni og og það þurfi virkilega að taka á þessum málum þegar þetta er skoðað. Ég man ekki betur það hefði verið að það hefði allir bara verið eiginlega þeirri stundu fegnasti þegar að vinnslu var hætt í námunni fyrir stuttum tíma síðan. Og ef það er einhver áform, nú eru náttúrulega að því sem ég best veit, þá eru engin áform á borðunum að taka upp vinnslu í námunni, heldur þarf að skoða þessa hluti og þá er ég bara að segja að það þarf að skoða hlutina mjög vel, það þarf að skoða þætti sem ég var að nefna sérstaklega vel og það væri þáttur stór ákvörðun held ég að hefja námavinnslu aftur í umræddri námu. Ég ætla ekki að segja meira í bili. Já, forseti hefur sjálfa sig á dagskrá og mér langar aðeins að tala þetta sem óbreyttu bæjarfulltrúi. Þetta margt sem kom fram hjá Önnu Sigríði, það er tekið undir það. Við þekkjum nú þessa sögu, þetta var dálítið núningur og reiptók þarna, komu jarðmyndanir í ljós sem var nú ekki búist við. Framkvæmdaleyfið var ekki fyrir hendi, þannig að þetta var nú eiginlega sjálfshætt á sínum tíma, en það er ljóst að efnið er mjög verðmætt og gott í þetta malbik sem allir vilja nú hafa og hvort sem þetta bera saman kostnaði við að nefna þetta við bæjardeyrnar eða í nágrenni við höfuðborgarsvæðið eða flytja það inn, það hefur nú ekki farið fram, en bara að lokum það er bara verið að skoða málið, umhverfisþættina, en engar ákvarðanir eru teknar námuvinnslu og það komu þarna mikið athugasemdir undir málinu og þar voru mikið frá íbúum sem að voru nú ekki ánægðir með vinsluna úr þessari námu hér þegar hún var við lýði, bæði út af hávaðamengun og rykmengun, en það er líka rétt það sem árétta það sem að bæjarfulltrúi Anna Sigríður nefndi að það getur alveg verið að trukkarnir stefni bara í allt aðra átt núna eingöngu vegna þess að malbikunarstöðin, það er komin ein malbikunarstöð upp á Esjumela núna og það þarf þá sérstaklega að skoða það en það er allt í lagi að láta fara fram könnun og skoða þetta frá öllum hlíðum, fara í það ferli og síðan er þetta að taka ákvarðanir í framhaldi. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið þetta mál, þetta er 4. mál. Ekki undan Bjarki? Bjarki var ekki undan, Ásgeir. Byttu við? Það skiptir svo sem engu máli, ég get bara beðið þá. Byttu við, hvernig segir ég ekki? Já, þú ert hérna fyrir ofan bókunum, eftir að meina það? Nei, býttu nú við, hún hefur bara ekki skilað sér. Ég byrði bara orðið núna, þá var ég bara sérst þessu minnsta mál. Já, þá var það... Ásakið þetta. Já, ok, þú skellti þér inn þarna og þá var það Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, næstur og síðan Ásgeir. Takk fyrir þetta Bjarki. Ég man nú held ég eftir einhverju rútuferð sem við fórum einhvern tímann þarna Bjarki, alltaf síðan. Þá var verið að loka, áformum að loka þessari námu. Og ég get bara sagt að ég fór þarna daginn upp yfir og skoðaði þetta vegna þess að ég var bent á þessi áform og það hafa komið upp möguleikar á staðsetningu námu annars staðar í bæjarfélaginu til þess að leysa þetta en eftir að við búin að ganga svona snyrtilega frá þessu eins og þetta er núna þá var nú bara nánast í lofar þá það að fara ekki aftur inn í námuna og ég svo sem ætlaði ekki að annað en að sitja hjá undir þessu vegna þess að mér finnst svona ég finnst að stangast á í málinu og legg áherslu á það að þetta er núna komin ofan í ákveðna byggð þarna á svæðinu og það er óheppilegt. Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir Bjarki. Forseti, sama mál
mál númer, hvað var það, 5-4? 4, já. 5-4 og eins og málið heitir hér, Seljadalsná matsáætlun. Ég ætla bara að fá að lesa heiti hérna, það fá að lesa heiti málsins ef ég má gera, bara svona rétt til þess að útskýra mál mitt. Í samræmi við samþykkt bæjarráðs þann 9.7.2020 kynnti Mosfellsbær drög að matsáætlun unnið að eflu verkfræðistofu fyrir hagsmunaaðilum og íbúum. Athugasemdir rann út 31.7.2020, var frá 31.7.2020 og til og með 14.8. og það bárust þarna 20 umsagnir og síðan lögð fram til afgreiðslu tillaga matsáætlun fyrir Seljadalsnámið sem skal senda Skipulagsstofnun. Þetta mál á sér sögu aftur til ársins 2017 þar sem var samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar að hefja athugun á umhverfisþáttum á þeim möguleika að opna aftur þessa námi. Ég vil bara segja það að þessi ferill frekar flókinn og ég skil mjög vel að fólk skilji þetta ekki mjög vel eins og til dæmis íbúarnir. Þeim var svarað með þeim hætti að þetta ætti ekki við matsáætlunina þeirra athugasemdir, þannig að þeir voru fyrst og fremst að gera bara auðvitað athugasemdir við þá röskun og þá truflun og óþægindi sem að mögulega myndi hljótast af þessari námu. En við erum bara ekki komin þangað. Það núna verið að senda þessa matsáætlun til Skipulagsstofnunar sem að síðan auglýsir hann aftur og þá að koma aftur athugasemdir frá hagsmunaaðilum og síðan áttir að taka ákvörðun það í framhaldinu hvort þetta verður yfir höfuð að áformum og þá ættir að fara í gegnum allan þann skipulagsferil sem að því fylgir. Þess vegna er svolítið sterkt til orða tekið að þegar við erum að tala og ég með þess að sagði það hér sjálfur óvart, einhver áform, þetta er ekki orðin áform. Það bara verið að kanna þarna matsáætlun á umhverfisþáttunum og alveg fínir punktar sem annars kom með varðandi hvort þið þyrfti ekki að kanna þá kolefnisfótspor og annað slíkt og kostnað og annað slíkt. Það bara eftir því sem mér skilst ekki gert í svona matsáætlun. Það bara gert á seinni stigum máls. Þetta eingöngu verið að fjalla þarna ef ég skil þetta rétt, umhverfisáhrif og annað sem kemur að því. Síðan kemur hitt á seinna. Og eins og með punktin til þess að bílarnir myndu alltaf fara hérna gegnum Háravatni og niður Reykjahverfi. Ef að það yrði að þessu að þessi náma að opna aftur, að þá til dæmis hægt að setja alls konar skilyrði fyrir rekstrarleyfi í svoleiðis námu, að það til dæmis mætti bara alls ekki keyra þessa leið sem að annars ykkar var að tala um. Þannig að það bara svolítið langt í að við séum komin þangað og ég vil bara ítreka það líka, það hefur ekki farið fram nein pólitísk umræða í meirihlutanum það hvort það eigi yfir höfuð að opna þessa námu ekki, við erum bara ekki komið þangað. En þetta var tekin ákvörðun að fara að staði þessa flóknu vegferð árið 2017 og við erum ekki komið lengra heldur en þetta að það núna verið að senda til Umhverfisstofnunar eða fyrir Skipulagsstofnunar og síðan kemur þetta aftur þá oftar en einu sinni, oftar en tvisvar eftir því sem mér skilst. En bara vildi ítreka þetta að þetta við skulum ekki fara fram úr okkur og tala áform, minnst að við erum ekki komið þangað. Það har ekki verið tekið neinar ákvarðanir það. Takk fyrir. Anna Silja Gunnardóttir, þú ert hér á mælendaskránni, gjörðu svo vel. Já, ég vil bara segja, ég ekkert komið fram úr mér ef að bæjarfulltrúi Ásgeir var að beina þessu til mín. Ég tók sérstaklega fram að það væri ekki búið að taka neinar ákvarðanir áframhaldandi vinnslu, það sagði ég áðan. Við gerum alveg grein fyrir hvað þetta snýst en mér finnst bara þegar eins og ég alveg vissum að formaður skipulagsnefndar og bæjarfulltrúi Ásgeir talar hér samkvæmt bestu vitni þegar hann segir að samkvæmt þeim upplýsingum sem hann hafi, þá séu bara skoðuð umhverfisáhrif, þá væntanlega á hann við í nánasta nágrenni. Mér finnst umhverfisáhrif svo víðfeðmt. Mér finnst það til dæmis að ef það er valkostur að fara til útlanda og ná í efni, þá þarf að skoða umhverfisáhrifin af því. En kannski er ég þar komin aðeins fram úr mér, ég skal viðurkenna það, þar kannski fór ég aðeins fram úr mér að fara að ræða það að sækja efni til Noregs. En umhverfisáhrif af því
að fara, ef það væri farið Hafravatnsvegur og í gegnum Mosfellsbæ, það eru í mínum huga, þó því sé kannski ekki huga allra annara, þá finnst mér það vera tilefni til að skoða umhverfisáhrif af því. En hafandi sagt þetta, þá gerir maður alveg grein fyrir því að þessi samþykkt var gerð að kanna, nú ég ekki með, það svo flókið að vera með ykkur á skjánum og allt þetta dót hérna, það var samþykkt að fara að gera umhverfismat fyrir Seljalandsnámu og ég er ekki að mæla á móti því en mér finnst bara sko í mínum huga þarna hefði mátt skerpa á ýmsum fleiri hlutum þarna inni, það mín skoðun og en auðvitað þetta bara í framhaldi af þessar ákvörðun sem var tekin þetta 2017 og þó að þótt þessi ekki koma hingað núna inn fyrir 2020. Takk. Já, fleiri hafa ekki hvað þeir hljóðs þetta mál, þannig að við göngum til atkvæðandamál. Það var búið óskrift í sérstakri atkvæðagreiðslu þetta mál. Þetta mál númer 4, heitir einfaldlega Seljadalsnáma matsáætlun. Við greiðum atkvæði niðurstöðu nefndarinnar. Það var fyrst að slá þessi lögð var fram til afgreiðslu tillaga að matsáætlun fyrir Seljadalsnámu sem senda skal Skipulagsstofnun stendur í fundargerðinni þessi staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar á þessum ákveðna fundi eru bennir rétt upp hönd. Það eru 6, er það ekki rétt. Þeir sem eru á móti og 3 sitja hjá. 6 atkvæði fylgjandi, 3 sitja hjá. Er það ekki rétt talið? Og það gerir engin athugasemd við það. En Anna Sigríður Gunnardóttir hefur beðið orðið til að gera grein fyrir atkvæði sínu. Við aðeins hérna áður, en nú að spyrja hérna ritari 5-4. Er það rétt? Kannski einfaldast að spyrja þeir sem sátu já að rétta bönd, það svo erfitt. Við skulum bara greiða atkvæði aftur svo þetta sé alveg á hreinu. Þeir sem að staðfesta fundargerð skipulagsnefndar, það eru 6, þeir sem eru á móti, það eru 6 atkvæði með og 3 sitja hjá. 6-3. En bæjarfulltrúi Anna Sigríður Gunnardóttir hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sinni. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk. Heyrið í mér? Já. Já, mjög vel. Já, takk. Ég tók ákvörðun að greiða atkvæði með þessari afgreiðslu vegna þess að þetta er í samræmi við það sem var ákveðið að fara í umhverfismat á vinnslu í Seljadalsnámu, en ég geri það náttúrulega með þeim fyrirvörum sem ég talaði hér áðan og með vísan í bókun fulltrúa S-lista inn í skipulagsnefndinni að þarna er bara mjög vandasamt verk og þetta sé afskaplega nauðsynlegt fyrir okkur að þegar að við fáum þetta mál aftur til okkar að þá sé mjög grannt skoðað allar hliðar á því máli áður en lengra er haldið. En þetta er bara atkvæðagreiðslu það að setja málið í þennan farveg og þó eins og ég sagði áðan að mér hefði fundist þurfa að skerpa á ýmsum hlutum betur þarna inni að þá tel ég það ekki vera ástæða til þess að vera á móti þessu. Já. Þá gef ég orðið laust einhver önnur mál. Við erum búin að ræða 2 mál, númer 2 og 4 og reynda að greiða atkvæði þau líka. Orðið laust. Við höfum eftir að greiða atkvæði einstök mál að beiðni bæjarfulltrúa M-lista en það er engin beðið orðið. Þá lítur forseti svo á að hægt sé að ganga til atkvæða einstök mál að beiðni bæjarfulltrúa M-lista. Það er mál númer 6 og mál númer 11, mál númer 12 og númer 13. Að setja þetta inn áðan í spjallinu. Eru bæjarfulltrúar tilbúnir í það? Við greiðum sem sagt atkvæði niðurstöðurnar, það snýst það, niðurstöðurnar í skipulagsnefnd og
Við förum þá fyrst í mál númer 6. Það heitir Þverholt 25-27, deili skipulagsbreyting. Þeir sem staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar eru bennir að rétta upp hönd núna. 3, 4, 5. 5. Þeir sem eru á móti, það er 1 á móti og 5 greiða atkvæði með og 3 sitja hjá. 5-1-3 kemur hér inn í spjallinu frá ritaranum. 5-1-3 og þá er það afgreitt. Má gera grein fyrir atkvæðinu, forseti? Já, það er alveg sjálfsagt. Ásgeir fulltrúi Sveinsson hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu 7. mál. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það. Þarna var skipulagsnefnd að fjalla það að fella úr gildi úr deiliskipulagi kvaðir sem að voru inn í því deiliskipulagi og ástæðan fyrir því að ég sagði já við þessu ásamt flestöllum öðrum í skipulagsnefnd var það að tæknilega séð var það rétt stjórnsýslulega séð að fella út þetta úr deiliskipulaginu. Þetta snýst bara skipulagslega þáttinn í málinu, ekki efnislega þáttinn í málinu. Þessna finnst mér það mjög sérstakt að fólk sé á móti því að við séum með rétta stjórnsýslu í Mosfellsbæ. Takk fyrir. Já. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, varst þú að biðja um orðið? Já, sko umræðum er lokið málið en þér er heimilt að gera grein fyrir atkvæðið þínu. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ég sitt hjá einmitt vegna þessa sem að formaður skipulagsnefndar nefndi. Ég greiddi nú atkvæði í bæjarstjórn á sín tíma, en ég skil það að mæta vel að þetta er stjórnsýslulegt framhald af því sem var búið að afgreiða og þess vegna greiði ég ekki atkvæði gegn þessu heldur sitt hjá. Já, þá er þetta búið en við höldum áfram að greiða atkvæði einstök mál að beiðni bæjarfulltrúa M-lista. Það næst mál númer 11 sem heitir hér í fundargerðinni stefna íbúabyggð Stakir, Reitir, Reykjavíkurborg. Niðurstaða nefndarinnar sem við erum raun og veru að greiða atkvæði lagt fram á kynnt. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við erindi Reykjavíkurborgar. Þeir sem að staðfesta niðurstöðu skipulagsnefndar í þess. Já. Ég var búinn að biðja um orðið aftur. Já, til að gera grein fyrir atkvæðinu. Nei, ég get gert það eftir atkvæðagreiðsluna, já. Já, það er þá betra því að umræðum er eiginlega lokið, sko. Við erum búin að afgreiða þannig. Þér hefur þetta heimilt að gera það eins og öllum öðrum. En þá göngum við til atkvæði þeir sem að staðfesta þessa niðurstöðu skipulagsnefndar í þessu eina máli, númer 11, stefna íbúabyggð, Stakir, Reitir, Reykjavíkurborg, beinir rétt upp hönd. Þetta eru 8 hendur á lofti, ykkur á móti. Það er hjáseta hjá fulltrúa M-lista og hann hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi. Já, forseti, þetta er komið að öðrum vettvangi fram, þetta mál, og þar hef ég sittið hjá í þessu máli. Það er talsvert ágreiningur í þessu víða, en samt sem áður að þá er þetta lagt fram í fyrir nefndina. Þetta var ekki sérstök atkvæðagreiðsla og það er í hinum málum 2, þannig að ég sitt hjá og vil sérstök atkvæðagreiðslu til þess að undirstrika fyrir afstöðu mína. Það er komið. Næsta mál, það er 12, það var líka óskað eftir að greiða sérstaklega atkvæði það mál. Það heitir hér í fundarbúði sérstök búsetu úrræði breytingatillöga Reykjavíkurborg. Og niðurstaða skipulagsnefndar var svohljóðandi lagt fram á kynnt. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við erindi Reykjavíkurborgar. Þetta er nú sama málun á undan. Þess að staðfesta þessa niðurstöðu skipulagsnefndar að benna rétt upp hönd.
8 atkvæði með einhverja mótin. Nei, það er 1 hjáseta og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur óskað eftir því að gera grein fyrir því hjásetu sinni. Gjör svo vel. Forseti, þetta bara sama áður. Ég þarf ekki að gera aftur grein fyrir atkvæði mínu við þessu. Ég reyna að sameinaða á það við hinu og á næsta atkvæðagreiðslu óþarfi að kalla mig aftur til. Þakka þér samt fyrir. Já, ok. Já, það er það síðasta máli sem við greiðum sérstaklega atkvæði. Það heitir nýi Skerjafjörður, drög að tillögu Reykjavíkurborg. Það er sama niðurstaða skipulagsnefndar þess að staðfesta hann eru bennar réttur pönd. Þess að staðfesta þessa, það eru 8 atkvæði með og hjáseta eru boðuð að bæjarfulltrúa M-lista og hún verður bókuð, 1 situr hjá. Þá erum við búin að greiða atkvæði svona einstök mál en nú er bara 1 atkvæðagreiðsla eftir með þessa ágætu fundargerð og það er að greiða atkvæði öll hinn málin sem við erum ekki búin að greiða atkvæði og þeir sem staðfesta fundargerðina eins og einstök mál vera með sér er bennar réttur pönd. Mínus þau mál sem við erum búin að greiða atkvæði það er 9 hendur á lofti. Þannig að hún er staðfest. Og þetta er reyndar síðasta atkvæðagreiðslan í þessu ágæta kvöldi vegna þess að nú eru eingöngu fundargerðir sem eru sjálfsögðu til umræðu en ekki til atkvæðagreiðslu. Við förum fyrst í hérna, það eru 8 talsins, við förum fyrst í afgreiðslufund byggingafulltrúa, hann hélt fund fámennan og góðmennan eins og þeir eru alltaf 11. september síðastliðinn, þar voru 3 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs þessa fundargerð, þá er hún lögð fram. Reynda 3 fundargerðir frá byggingafulltrúa núna og viku seinna var haldinn aftur fundur. 18. september síðastliðinn, þar voru líka 3 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust hana, fundargerðina. Kveður sig engin hljóðs, þá er hún lögð fram. Svo liðu nú bara 5 dagar og þá var afturhaldinn fundur. Og það var 23. september síðastliðinn, fundur númer 410. Þar voru 2 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Kveður sig engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Þá förum við hér í Strætó. Það var haldinn eigendafundur hjá Strætó í Sveinatungu í Garðabæ, 7. september síðastliðinn. Það voru, eigendafundir voru samkvæmt venju og reglum bæjarstjórar. Það voru 5 bæjarstjórar og 1 borgarstjóri og síðan 4 stjórnarmenn á þeim fundi og 3 mál á dagskrá. Og þetta gefur orðið laust sem þessa fundargerð. Það kveður sig engin hljóðs og þá er sú lögð fram. Síðan förum við hér á heimavöll því að heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis hélt hér fund í miðbæ Mosfellsbæjar 15. september. Þar voru mörg mál á dagskrá, 15 mál á dagskrá. Þetta er fundargerð númer 57. Og forseti gefur orðið laust og kveður sig engin hljóðs og þá er hún lögð fram. Þá förum við í Sorpu, það bæði stjórnarfundur og eigendafundur. Fyrst tökum við stjórnarfundinn. Það er fundur númer 432. Haldinn 20. lok ágúst fyrir mánuði. Það er bara rétt mánuði. 28. ágúst síðastliðinn haldinn á Gylfaflöt og 1 í fjarfundi. Það voru 12 mál á dagskrá. Og forseti gefur orðið laust. Það er engin beðið orðið og þá er sú fundargerð lögð fram. Síðan var haldinn fundur, það var bara rúmlega viku síðar, þá var haldinn svokallar eigendafundur og í Sveinatungu í Garðabæ, 7. september síðastliðinn. Og þar voru sem sagt bæjarstjórar, sveitarfélaginu við höfuðborgarsvæði og borgarstjóri og reyndar 6 stjórnarmenn úr Sorpu og forseti gefur orðið laust. Það er engin hvað sé hljóðs,
Já, hann Mikael Rebora hefur beðið orðið nákvæmlega þessa fundargerð, eigendafundar Sorpu. Gjörðu svo vel, Mikael. Já, takk fyrir forseti. Já, ég vil tjá mig aðeins þetta mál sem reyndar náskyld máli sem við fjöllum í löngu máli áður í kvöld, málefni Sorpu, og það fyrsta tækifæri og tjá að í bókun margaralista, eina bókun margaralista, það var dregið efa að fulltrúa Vína Mosfellsbæjar beri hagsmuni Mosfellinga í brjósti við að benda á staðreyndir. Það er því fjarri og vísa því á bug hér með, en þarna sem ég ætla ekki að tala aftur það mála dagskrárliðin náttúrulega, heldur það sem kemur fram með þessari ágætu fundargerð, og það í rauninni 2 mál sem þar vil ég vekja athygli á og eru skyld, og þarna verið annars vegar að tala undir forsendu og fyrstu drög að fjárhagsáætlun Sorpu fyrir 2021. Það að tala að urðun að við dreyið saman og úrgangur fyrir einhverju leyti til brennslu erlendis. Og væntanlega að skilja hjá stærri viðskiptavinum. Allavega væri áhugavert að fá upplýsingar það hvort að úrgangur frá Sorpu berist í brennslu erlendis, annað en það sem við þekkjum sem varandi plastúrgangi. Og það líka dregið fram að fyrirgefið, varandi erfitt að vera á einu skjái og fylgjast bæði með ykkur og málefni sem að lesa, en að reyna að vitna í með leyfi forseta. Þá að tala það að við áhrif náttúrulega á tekjur. Þú ert að tala fyrsta mál, það ekki rétt skilja á forseta? Jú, fyrsta mál. Staða og horfur í rekstur og fjárfestingum. Já, síðan núna sem var áhrif á tekjur. Það það sem vildi benda á, til að draga úr urðun, ekki bara jákvætt, þó vissulega sé það, en það beintengt tekjur Sorpuna til að beintengtar við móttöku úrgangs, þannig að það líka einhver sem þarf að hafa í huga, og náttúrulega kostnað við meðhöndlun úrgangs almennt. Og það sem ég síðan myndi gjarna vilja fá frekari upplýsingar varðandi, og þannig að fyrsta spurning varðandi útflutningi til brennslu erlendis, hvaða úrgang þar verið að vísa í fyrsta lið í þessari fundargerð, og síðan varðandi lið nummer 2, þannig að vinna starfshóps mótun heildarlausna úrgangsmálum svæðisins, staða framhald. Það vísa í brennanleg úrgang, tímabundi útflutning á brennanleg úrgangi og framtíðarlausn brennanlegs úrgangs, og síðan framtíðarlausn varðandi urðun og fleira. Þetta náttúrulega tengist með beinum hætti við eigendasamkomulagi sem við vorum að ræða áðan, og það væri mjög áhugavert að fá nánari upplýsingar hvort sem akkurat kvöld eða hvet eindregið til þess að sem bestu upplýsingar sé veita bæði bæjarstjórn og líka umhverfisnefnd Mosfellsbæjar varðandi þessa áætlun. Það væri náttúrulega mjög fróðlegt að vita mikið meira það, og líka til að geta borið þá sama við áformið sem komu fram áðan. Mjög skýrt að áformið og þess að ekki bara áform, heldur samkomulag allra í rauninni sömu aðila og sýta þessa eigendafundi varðandi lokun urðunarstaðar. Hversu mikið þær halda sér í hendur og hversu mikið halda sér í hendur við raundölur sem ég var að vísa í áðan. Takk. Já, það einn á mælendaskrá, það Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, bara til að svara þessum spurningum. Var þetta 2 leiðir í fundargerðinni? Gott var það því, forseti. Já. Að varðandi fyrri liðin eða fyrsta liðin, þar sem talað brennslu erlendis, þar átt við brennanlegan úrgang. Það verði fluttur út brennanlegur úrgangur.
í brennslu erlendis. Og í lið nr. 2 það var spurt tímabundin úthlutun brennanlegs úrgangs og framtíðarlaust brennanlegs úrgangs. Það er semst verið að tala það að þar til að framtíðarlaust fyrir brennanlegan úrgang verði á Íslandi verði hann fluttur út til útflutnings eða fluttur út í brennslu erlendis. Og síðan þá framtíðarlausnin annarkvart sú að hér verði byggð brennsla sem að þá taki við brennanlegum úrgangi á Íslandi, eða þá að niðurstaðan sé svo að það sé hagkvæmara og umhverfisvænna að flytja hann út og brenna. Og þetta raun og veru grundvallar atriði í þessu eigendasamkomulagi sem var gert og við vorum að ræða hér áðan að það að tala að hætta, það búið að semja það að hætta urða í Álfsnesi. Það verið leyft að urða 6.000 tonn á lífrænum úrgangi árið 2021 og svo að urðum síðan á öllum úrgangi verði ekki leyfilega eftir árið 2023 og meðan verið að finna framtíðarlaust fyrir þennan úrgang sem ekki á það að urða hann fluttur út. Já. Mikael, þú beðið aftur orðið. Þetta eins og bæjarstjórinn nefndi áðan, þetta eru fleiri en eitt mál. Það verður svona hlaupa á milli þá. En gjörðu svo vel, Mikael. Já, ég reyndar tók það fram. Ég var að tjá mig sitt hvor lið í fundargerðinni. Það hefði kannski verið skýrara að gera í sitt hvoru lagi. En ég held að vera rættur að nota bæði skipti til að tala. En það varandi mitt að blanda þið saman, kannski skulum að halda því aðgreint. Varandi fyrra lagi, fyrsta atriði sem var að spyrja það eins og ég les það og þegar fram að geti verið mistök hjá mér. Undir fyrsta liði sem varandi forsendu fjárhagsáætlunar 2021 að tala að urðun á stærri viðskiptavinnu dreifst saman og úrgangur fer að einhverju leyti í brennslu erlendis sem hefur áhrif á tekjur. Þannig ekki eins og ég skil módelið þannig þá ekki verið að tala þannig úrgangur sem fer frá sorpur út, annars hefði áhrif á kostnaði en ekki á útgjaldi en ekki á tekjum. Þess vegna var ég að spyrja hvort þessi mál sé tengt eða hvort sé bara óefilega sett fram eða hvort ég sé að miskilja. Það var þetta leið nr. 1. Síðan var þetta leið nr. 2 og þetta samræmi sem að benda á samhengi varðandi eigendasamkomulagi sem við rættum ítarlega áðan ég lesi eigendasamkomulagi og skil það að sé áætlun að hætta urðun og hætta urðun í Gími að móttaka á lyktarsterku úrgangi frá næstu áramót. Það það sem ég að spyrja og bæjarstjóri upplýst svaraði á rétt áðan að verður sendur út til brennslu. Og þá spyr ég hver mun borga það? Verður það hækkað gjaldskrá sem því nemur? Því cirka báti hefur verið talað yfirleitt að sé mun dýrara og við erum til að með rauntölu frá Suðurlandi sem getur stuðst okkur við mögulega og við erum ekki að tala bakka eða bylgjubappa eða plast. Fyrir heldur svona allt annars eðlis úrgangs sem við erum að tala um. Við erum að tala sláturúrgang og seyru og svoleiðis og fyrst ég var aftur sárnaði svolítið að vera í hýja því að ég færi ekki hagsmuni Mosfellinga fyrir brjósti í þessum málum sem öðrum og þar vil ég benda á að íbúar Mosfellsbæjar sjálfsögðu stór hagsmunaaðili en líka atvinnulífi Mosfellsbæjar og vil benda á að aðilar hér í bænum okkar sem nýta sér þessa þjónustu í dag og það verulegt magn sem við erum að tala um. Við erum að tala um 1000 tonna, 2000 tonna og þá spurningum það hver verður sendur reikningu fyrir þetta og hvar eru áætlanir, peningalega áætlanir varðandi þetta. Aftur vil ég ekki vera snýst ekki að vera með leiðindum, snýst að vera með staðreyndum á hreinu og ég vil gjarna að þær komi betur fram og eins varðandi við erum að tala um að brennanleg framtíða laust við ræðum við varðandi brennslu
viðræður við Köln staðið í mörg ár og er núna á ís eða ekki í gangi, mér vitanlega. Ætlaði að vera að tala við einhver stjórnarmaður Köln daginn. Það myndi ekki eiga sérstæðlega mikið að gera við okkur höfuðborgarbúa, allavega í hans orðum. Þannig að við gerna eitt af því en allavega að byggja brennslustöð sem uppfylli skilyrðum er annað eins pakki varðandi tíma og varðandi peninga eins og gasfyrirgæðstöð myndi ágiska. Þannig að það væri mjög áhugavert að fá nákvæmara upplýsingar hvar eru þá þessar áætlanir sem fyrst á að hætta að virða frá og sem í rauninni í stígum en nokkuð bröttum stöflum frá og með næstum áramóti. Takk. Já, Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið, gjör svar, Haraldur. Já, forseti, bara fyrst að taka fram, það stendur ekki til að flytja út sláturúrgang í Seyru. Hann meðallegur hér innanlands, meðal annars í Gæju. Hitt það að það algjörlega ljóst og það kom algjörlega stýrt fram þegar að framkvæmdastjóri fulltrúar Sorpu voru kynna og var verið að ganga frá þessu eigendasamkomulagi að það að hætta að urða kostar verulega fjármuni. Það er öllum ljóst og það að hætta að urða í Álfsnesi kostar fjármuni. Það kostar það að það verið meðhöndlun úrgangs verður mun dýrari heldur en áður. Það er bara það gjald sem við þurfum að greiða fyrir það að annars vegar að íbúar Mosfellsbæjar verði ekki hér fyrir óþægindum af þessari starfsemi í Álfsnesi og svo þess að við meðhöndlum úrgangs eins og lög og reglur gera ráð fyrir og urðun verði hætt. Ástæðan fyrir því að það er ekki búið að taka það var ekki tekin ákvörðun það í stefnumörkunum kringum þetta eigendasamkomulag hvort að byggð í brennslustöð eða ekki, það er óheyrilega dýr framkvæmd. Hún er svona cirka 3 sinnum dýrari heldur en gas- og jarðgerðarstöð. Að byggja brennslustöð af fullkominni gerð, það geti kostað alltaf 15 milljarða. En það er bara það gjald sem við þurfum að greiða hér í okkar samfélag til þess að meðhöndla úrgang af umhverfisvænan og nútímalegan hátt. Það kostar að farga úrgangi og það er sú skoðun sem má fara fram á næstu 3 árum hvort er hagkvæmara að byggja brennslustöð á Íslandi sem við vitum að muni kosta þessa fjármuni og hver muni fjármagna hana. Er það sveitarfélögin, er það samstarfsverkefni sveitarfélag og ríkisins, er það alfarið verkefni ríkisins eða þá hvort að flytja út úrgang sem líka dýrt og þetta þarf að skoðast bæði í umhverfislegu og fjárhagslegu samhengi. En bara svo að öllum sé það ljóst ef mönnum hefur ekki verið það ljóst fyrir að þessar ákvarðanir að hætta urða þær kosta og það verður sjálfsagt að deila því niður á sveitarfélögin, íbúana og fyrirtækin. Þannig það er ekki ólíklegt að það þurfa að hækka hér sorpurgjöld í einhverjum áfengum til þess að eiga fyrir þessari nútímalega og nauðsynlegu framþróun að við hættum að urða og sérstaklega í bakaranum í Mosfellsbæ. Nú, fleiri hafi ekki fannst sér ljós þessa fundagerð og þá var hún lögð fram, þetta var fundagerð Sorpu. Þá var aðeins ein fundagerð. Ég óska eftir að fá orðið fyrir gerð. Já. Varstu búin að skella nafninu hérna? Já, það er ekki komið inn, nú koma hérna þeir inn, það er Kolbrún reyndar fyrst og síðan Sveinn Óskar, þannig að Kolbrún hefur næst orðið. Sveinn Óskar má undan, ég kom á eftir honum, ég var bara að setja inn. Gott og vel, Sveinn Óskar Sigurðsson, þú hefur orðið, hversu vel, við skoðum svo að sé alveg á hreinu, hann styrkti saman mál 1 og 2, þannig að við erum að ræða pínlítið í samhengi. Ég þakka Mikael Rebora fyrir að vekja máls á þessu og það er alveg rétt að þetta kostar en mér skilst að allavega í sambandi við til dæmis borgarlínuna þá er fullt af fólki sem talar um það að það er sjálfsagt að þetta kosti. Þetta er samfélagslegt mál og það er líklegast umhverfismálin líka. Og við erum nýbúin að horfa þátt í sjónvarpinu þar sem að afsláttur var gefinn á umhverfismálum
með því að selja skip til Indlands. Og við erum bara, sko, þessi málaflokkur, það þarf að færa hann yfir á það að við vitum hvað þetta kostar vegna þess eins og Bóra bendir á að það eru fyrirtæki hér í bænum sem að munu þurfa að borga og aðrir og þannig að mér finnst það þurfa að liggja fyrir og ég tek bara undir hans málflutning og annað ekkert meira að segja. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi. Já, takk. Einmitt varðandi þennan kostnað og þessi verkefni sem framöndan hjá Sorpu varðandi það þegar það lá fyrir að við myndum hætta urðun að þá lá það líka fyrir að það myndi kosta sérstaklega í ljósi þess að það hefur engin það er búið að leita í langan tíma að nýjum urðunarstað og niðurstaðan var þessi að það þyrfti að flytja þetta út til miður það sem að það er reyndar varðandi plastið það er að flytja það út en við erum líka í leita nýjum urðunarstað en bæjarstjórinn kom náttúrulega inn á það að þetta er gjaldskrár munu mögulega þurfa að hækka og ég veit að stjórnendur Sorpu og eru núna að fara að taka samtal við atvinnulífið það hvernig við sjáum það bestu leiðina í því, bestu flokkunina og bestu leiðina bæði fyrir okkur sem samfélag og fyrir sveitarfélögin og ekki síst atvinnulífið það hvernig við náum einhverjum balans í því að koma úrgangsmálunum okkar í gott horf og það er náttúrulega kallar á það að þurfa að taka samtal við atvinnulífið og ég veit að það stendur nú fyrir dyrum að fara að gera það vegna þess að það í rauninni hafa heimilin og sveitarfélögin staðið sig mjög vel en það er atvinnulífið sem hefur kannski þurft að herða sig í að flokka frá sér það er stór vandi hvað það varðar og við köllum þetta, ég er búin að ræða þetta á þér hér í bæjarstjórn, þetta er kallað græn gjaldskrá sem framöndan og það er bara eftir að taka samtal við atvinnulífið það, hvernig best verður að útfæra það af því að það hefur ekki verið tekið samtal við atvinnulífið áður og það þarf sannarlega að gera það vegna þess að það er sá flokkur sem hefur verið hvað dýrastur og muni minnst verið flokkað og komið svona frá þeim í einhverjum heilbrigðum búningi þannig að það er það sem þarf að virkilega að taka á og vonandi tekst það núna. Fleiri hafa ekki fast í ljós þessa fundargerð og hún er lögð fram, fundargerð eigendafundar Sorpu frá 7. september. Þá kom að síðustu fundargerð kvöldsins ágætu bæjarfulltrúar og það er strætó. Það voru 7 mál á dagskrá þar, það var stjórnarfundur í strætó, haldinn á Hálsabraut 2, 4. september síðastliðinn, fundur númer 327. Fyrirgefðu forseti. Já, þarna segja þú Má bóka undir fundargerð til kynningar eða? Já, ég lít nú svo á. Já, þá ætlaði að senda bókun. Já, þá skulum við aðeins hingra með Það er búið að loka fundinu. Það er búið að loka því máli. Það er seint að vera bókur núna. Nei, ég sendi skilabóði áður en það lokaðist. Ekki hér á tjaldinu. Jú. Nei, þá var hann búinn að loka fundinu. Já, en ég sá það ekki þannig. Tók sérstaklega eftir því. En ef við vilja vera hérna fram á kvöld, þá er það fínt. Það skulum við bara... Ég er ekki að biðja fundan. Já, ég líti svo á að þetta er kannski einhver sekúndu spursmál en að gera að reyna að vera nákvæmur í þessu. En ertu tilbúin með bókun? Að sjálfsögðu. Viltu skella henni inn bara hérna kannski í spjallið? Já, ég geri það hér með. Já. Og því lítið fram á stafsendingavillur hún hefur komið þarna inn og ég ætla þá að lesa hana bara upp hérna eins og ég hef gert það geta allir lesað hana hérna þetta er bókun fulltrúa og L-lista við mál nr. 12 sem var þessi fundargerð Sorpu undir öðrum fundalið þessar fundar þar sem fjallað var málefni Sorpu var dregið ef að fulltrúi S-listans beri hagsmuni Mosfellinga fyrir brjósti í þessum málum sem öðrum því fer fjarri að benda á staðreyndir getur ekki flokkast undir það. Lykilatriði að tímasetningar áforma lokun urðunarstaðar sem framkoma í viðauka við eigendasamkomulagið og framtíðarlausnum á meðhöndlun úrgangs fari saman. Þetta er bókun, já.
Já, þetta nú Ég beðið orðið. Já, sko, aðeins að gera athugasemd við þessa bókunni sem að sjá hana, sko, að það var ekki verið að draga þetta í efa Rebóra þarna undir einhverjum öðrum lið í þessum fundi. Jú, það bara Forseti, ég var búin að biðja orðið að undan Rebóra. Það var bókað það. Forseti, ég var búin að biðja orðið að undan Rebóra. Já, ég er nú reynd að beina orðið. Það var ekki spurning til mig. Fundarstjórn forseta? Já, hann verður að gefa þér orðið, Rebóra. Ég er bara að gera þessa athugasemd, þetta fá allir að tala hérna, en ég gerir þessa bara athugasemd, en Haraldur, þú færð orðið núna, gjör svo vel. Já, ég, sko, frá mínum bætur að sér að þessi bókun ótæk, hún er ekki efnislega undir þessu máli. Hún er ekki að bókast undir máli sem var hér fyrir á fundinum, undir þessu máli undir eigendafundi Sorpu og því sem þar eru umrætt, þar er þetta ekki til umræðu. Og þannig að ég get ekki séð að það sé hægt að gera neitt annað en að vísa þessar bókun frá. Við erum að halda hér fundasköp og hafa fundin í lagi. Það var það sem ég var að sama hvaða manni finnst innihald bókunar. Ég er ekkert að leggja hennar skoðanir á það. Það var það sem ég var nú að koma að hérna með að beina orðum mínum til þín, Rebóra, að þetta var ekki verið að ræða þetta hérna undir þessari fundagerð. Þannig að hún snertir ekki fundagerðin sem slíka sem við erum að ræða, sko. Þannig að við hefum orð varandi undir fundarstjórn forseta. Já. Sem er... Ég ætla að gera hérna smá fundarhlé bara og ræða þetta þannig. Ég held að það sé skynsamlegast. Gerum fundarhlé og já. Algjörlega orðlaus í þessum hópi hérna, fólks. Það er komið... Ég óskætti fundarhlé. Já, ég lesast fyrst þess... Ég óskætti fundarhlé áður og lest nokkuð skapaðanum upp. Nei, ég óskætti fundarhlé núna. Núna áður en að... Núna strax, já. Núna strax. Það er fundarhlé. Forseti, ég höldum áfram fundinum. Forseti, ég óskætti fundarhlé, endur þetta eitthvað. Já, ég var búin að gera fundarhlé, Haraldur. Já, þegar eftir ég sé þessa bókun óskætti fundarhlé. Áður en þú starta fundinum öttur. Ég hef leifið til að óskætti fundarhlé hvern sem er. Já, en bókunum verður að koma fram. Þá skulum við ekki að flækja máli, við erum það fundarhlé og það eru reyndar hérna kannski ástæð til þess. Já, við hefum það fundan í og við ræðum hér bókun bæjarfulltrúa Ellista Michele fundagerð eigandafundar Sorpu nr. 25, bókun hans er svona hljóðandi. Lykilatriði er að tímasetningar áforma lokun urðunarstaðar sem framkoma í viðauka við eigendasamkomulagið og framtíðarlausnum á meðhöndlun úrgangs sem fjallað er í þessari fundargerð eigandafundar Sorpu fari saman. Svo mörg voru þau orð og þá loksins komumst í strætó. Það er að segja, síðasta fundargerðin sem liggur fyrir þessum fundi er fundargerð frá byggðasamlaginu Strætó, nr. 327. Hann var haldinn 4. september síðastliðinn á Hálsabraut 2. Það voru 7 mál á dagskrá. Og ég gef orðið laust eða orðið laust að kveður sig ekki hljós, þá er sú fundargerð lögð fram. Stutt strætóferð hjá okkur, en það er langur fundur hins vegar. Klukkan er 9:30. En ég þakka ykkur fyrir þessa fundasettu hér. Hún verður eitthvað löng og ströng. Fyrsti fjarfundurinn í dálítið langan tíma. Það verður boðað til næsta fundar 14. september eftir 2 vikur á miðvikudegi. Það því miður er alla líkur á því að hann verði líka fjarfundur. Því miður er ástandið í þjóðfélaginu okkar þannig, en gangi ykkur öllum vel og sjáumst heil. Takk fyrir fundinn. Takk sömuleiðis.